Ég segi þá fund settan í bæjarstjórn, þetta er fundur númer 3464 og er 18. fundur ársins. Og ég ætla að byrja að leita afbrigða og fá bæta inn lið á dagskrá breytingar í nefndum, þeir sem geta samþykkt það, gefur merki. Það er 11, takk fyrir. Og þá liggur fyrir okkur dagskrá í 9 liðum. Fyrsta dagskrá eru breytingar í nefndum, lögð fram tillaga D-lista breytingu á skipan fulltrúa í stjórn Hafnasamlags Norðurlands. Þórhallur Jónsson bæjarfulltrúi verði aðalfulltrúi í stað Evu Hrundar Einarsdóttur bæjarfulltrúa. Orðið er laust. Þeir sem geta samþykkt það gefur merki. Það er 11. Þá komu öðru lið á dagskrá, fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar, viðauki og til máls tekur bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, hér er lagður fram viðauki númer 10 við fjárhagsáætlun árið 2019. Það var lagður fram í bæjarráði 28. nóvember síðastliðinn. Viðaukinn er gerður vegna eingreiðslna sökum tafa við gerð kjarasamninga og áhrif eingreiðslunnar er hækkun á launa 169 milljónir króna en því mætt með millifærslu úr launapotti og hefur því ekki áhrif á rekstrar niðurstöðu áætlunarinnar. Þannig að þetta er hér lagt fram til staðfestingar í bæjarstjórn. Já, þá er bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máli sínu og orðið er laust. Sem engir hefur hvað sér hljóð þeir sem geta samþykkt ákveðnum bæjarráðsgjöfmerki. Það er 11. Takk fyrir það. Þá er komið að þriðja lið á dagskrá. Ég ætla að biðja varaforseta að taka við stjórn fundarins og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, hér er komið til umræðu reglur merki eða notkun á merki bæjarins. Og ég ætla svo sem ekki að fara yfir þær í smáatriðum, þær fylgja náttúrulega fundagerðinni eftir fundin, þannig að bæjarbúar geta kynnt sér þetta, en þarna farið ítarlega yfir hvernig það á að líta út, í hvaða litum má nota það og hátíðamerkið og svona það farið yfir leturgerðina, notkunna, hverjir mega nota þetta og í hvaða tilfellum, hvernig á að nota þetta í tölvupósti, á auglýsingarefni, skyggnum, glærum, vefsíðum og svo framvegis. Og þarna er bara verið að samræma og skýra betur út notkun og reglur varðandi merkið okkar, sem er alveg gríðarlega fallegt. Og vitnað síðan til ítrekkur, í einhverju tilfellum er verið að vitna svo til hönnunarstaðalsins, sem að verði hérna til umfjöllunar eftir. En ég kannski bara renni yfir 7. grein reglnanna sem er þá aðra notkun merkisins heldur en svona þessa venjulegu og þá stendur þar með leyfi forseta öðrum en bæjarstjóra, bæjarfulltrúum, starfsmönnum og stofnunum Akureyrarbæjar er óheimilt að nota merki bæjarins með þeim undantekningum sem hér greinir. Útlit, liti og letur merkisins gilda sömu reglur og kveðið er á hér að framan. Og síðan er bara farið yfir notkun félagasamtaka. Þar er gefið almenn skráð félög og almannaheillafélög sem starfa á Akureyri í þágu ófjárhagslegs tilgangs í almannaþágu sem og íþróttafélög hvers konar mega að fengnu skriflegu leyfi Akureyrarbæjar nota merki bæjarins. Notkun á söluvarningi. Óski einstaklingar að fyrirtæki eftir að framleiða varning með merkinu eða merkið sjálft í einhverju formi og hafa til sölu þar til þess skriflegt leyfi Akureyrarbæjar hverju sinni. Óheimilt er að nota merki sem hluta af firmamerki eða vörumerki. Stjórnmálaflokkum er ekki heimilt að nota merkið og óheimilt er með öllu að nota það til stjórnmálaáróðurs. Ágætt að fara yfir þetta hérna inn í bæjarstjórn. Umsókn til Akureyrarbæjar leyfi til þess að nota skjaldarmerki bæjarins skulu fylgja að minnstakosti 2 sýnisorð eða uppdrættir af merkinu eins og á að nota og umsagnir verður svo sendar á akureyri@akureyri.is. Þá held ég að ég sé bara búin að fara í það sem ég vildi segja þetta en fagna því að það eru komnar hérna skýrar reglur notkun bæjarins. Merki bæjarins alltaf þess að. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir hefur lokið máli sínu og færi aftur stjórn fundarins.
Já, orðið er laust. Sem enginn hefur kvatt sér hljóðs þess að geta samþykkt þessa reglur gefmerki. Það eru 11, takk fyrir það. Næsta dagskrá er hönnunarstaðall Akureyrarbæjar og til máls tekur bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Hér er tekið fyrir liður í fundargerð bæjarráðs dagsett 28. nóvember síðastliðinn, en þar var lögð fram tillaga að hönnunarstaðli sem var samþykkt og vísað hér til afgreiðslu í bæjarstjórn. Með þessum gögnum, undir þetta er ágætt yfirlit yfir hennan hönnunarstaðal eða þessi vinna sem hefur unnin og ég vil byrja á því að bara hrósa þeim starfsmönnum sem hafa komið að þessari vinnu vegna þess að þarna verið að reyna að samræma hjá okkur allt útlit og efni sem fer frá okkur og þarna verið að fjalla alls konar eins og sjá má í þessa greinargerð sem fylgir með þessu. Þarna verið að tala sögumerkisins og síðan farið út í sérstaka hátíðaútgáfu. Þarna verið að tala bréfsefni og bréfgögn og greiðslusel og umslög og undirskriftir í tölvupósti og svo framvegis. Þetta fyrst og fremst gert til þess í raun að samræma hjá okkur útlit, bæði á gögnum sem við sendum frá okkur og ekki síður á vefnum okkar. Þannig að þarna verið í raun að vinna með þá reglurnar sem voru hér ræddar áðan og útfæra það hvernig við í rauninni birtum okkar gögn með merkin okkar. En þetta er hér lagt saman til samþykktar í bæjarstjórn. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máli sínu, orðið er laust. Sem enginn hefur kvatt sér hljóðs þess að geta samþykkt reglum hönnunarstaðla sem gefur merki. Það eru 11, takk fyrir það. Næsta dagskrá er svifryk og hálkuvarnir og til máls tekur bæjarfulltrúi Andri Teitsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Rafhlaðan mín endist bara í svona 2 tíma, þannig að ég tók snúruna með. Smá grín, það er betri birta á skjánum ef hún er í sambandi. Já, við Akureyringar höfum getað glaðst yfir því í áratugi að þurfa ekki að nota salt á götur til hálkuvarna. Lengi vel var bara ekkert hálkuvarið, svo farið að nota sand og hann dugði ágætlega. Núna síðastliðin 10 ár hefur sandurinn verið blandaður með 5% salti sem að gerir auðveldar að vinna með hann í frosti og einnig til að binda sandinn við klakann eða götuna þannig að hann skólist eða feykist síður í burtu. Það eru líka það bil 10 ár síðan við fórum að sigta fínasta sandinn og rykið frá, þannig að sandur sem fer á götur og stíga er með kornastærð 2-5 mm. Og það er mikilvægt að taka fram að þessi sandur er ekki tekinn af eyrum eða fjörum með tilviljanakenndu innihaldi, heldur er þetta mulinn salli úr sterku bergi, því sama er notað í malbik og það er tekið úr grjótnámu á Moldvögnahálsi. En sandurinn hefur samt legið undir grunum að myljast niður á götunum og breytast í svifryk. Ástandið er verst á kyrrum og þurrum dögum sem eru algengir hér við Eyjafjörð og hafa hingað til verið taldir fagnaðarefni. Sem dæmi var nýliðinn nóvembermánuður einstaklega þurr, líklega innan við 5 mm af úrkomu, það er ekki orðið staðfest, og þarf að leita aftur til 1952 til að finna þurrari nóvember. Hins vegar eru alveg dæmi þurrari mánuði á seinni tímum, til dæmis janúar 2010 var með 1 mm. En samkvæmt reglugerð má sólarhrings meðalgildi svifryks fara yfir heilsuverndarmörkin 50 mikrogrömm á rúmmetra í mesta lagi 35 sinnum á ári. Og á Akureyri voru 19 dagar yfir þessum mörkum á árinu 2018 og 21 dagur þegar ég taldi seint í nóvember. Verstu mánuðirnir hafa verið janúar, mars, apríl og nóvember á þessu ári. Sérfræðingar hafa metið það svo að á Íslandi verði alltaf 80 ótímabær dauðsföll á ári sem rekja má til svifryks og að þau stytti heildarævi þessa fólks 300 mann ár. Þannig að við sjáum að þetta eru svona 4-5 ára jafnaði kannski sem að það er talið að stytti ævi fólks. Heilbrigðisnefnd Norðurlandssvæðis eystra gerði samþykkt á fundi sínum 7. nóvember og þar segir meðal annars:
Heilbrigðisnefnd mælist til þess að Akureyrarbær og Vegagerð ríkisins noti eingöngu salt eða saltpækil til hálkuvarna á Akureyri veturinn 2019-20 og meti árangur af þessari breytingu á verklagi með tilliti til svifryks í Akureyrarbæ að loknum vetri, tilvitnun lýkur. Og það er líka rétt að rifja hérna upp að Umhverfis- og auðlindaráðuneytið gaf út í nóvember 2017 skýrslu sem að heitir Hreint loft til framtíðar, áætlun loftgæði á Íslandi 2018-29. Og í kafla aðgerðaáætlun í loftgæðamálum kemur fram að fyrsta markmið sé að fækka árlegum ótímabærum dauðsföllum af völdum loftmengunar á Íslandi úr 80 árið 2013 í færri en 5 fyrir 2029. Og til að ná þessu metnaðarfulla markmiði þá segir meðal annars að heilbrigðisnefndir sveitarfélaga geri viðbragðsáætlanir fyrir árslok 2020. Þannig að það er ennþá 1 ár eftir svona af þeim fresti má segja. En heilbrigðisnefndum er sem sagt ætlað stórt hlutverk í vinnu að því markmiði að bæta loftgæði verulega og geta sveitarstjórnir augljóslega ekki skellt skolla eyrum við því sem frá þeim kemur. Og við hljótum að taka þessa stöðu mjög alvarlega og erum núna að vinna að áætlunum hvernig megi draga verulega úr fjölda daga sem svifryk fer yfir heilsuverndarmörk á Akureyri. Og til einföldunar má segja að við höfum 2 leiðir að velja. Það er saltleiðin, að nota aðalega salt til hálkuvarna á götum en sand á gangstéttum og stígum, jafnframt að þvo göturnar meira en gert hefur verið. Kostir við þetta er að saltið er öflug hálkuvörn og það dregur úr svifryki. En ókostir hins vegar skemmir bíla og skófatnað, skemmir malbygg, slæmt fyrir lífríkið kannski, það vantar svona eitthvað nánari upplýsingar og sannanir um það. Ef að sjó er dreift á götur að þá komi saurgerlar á göturnar, þetta hefur nú verið hrakið ágætlega og er ekki vandamál. Leðja á götunum þegar hiti fer yfir frostmark, við lentum í því á dögunum. Bílarhreinsiefni berist í frárennsli og þaðan í sjóinn. Þetta voru svona mögulegir ókostir saltleiðarinnar. Hins vegar þá sandleiðin, það er að nota sand eða öllu heldur harðan og hreinan grjótmulning til hálkuvarna og sópa og þvo göturnar miklu meira en gert hefur verið. Kostir við það er góð hálkuvörn, skemmir ekki bíla, en ókostir, sérstaklega kyndir undir svifryk og kannski sest í frárennsliskerfi. Báðar leiðir hafa sína kosti og galla og þetta hefur verið dregið ágætlega fram í líflegri umræðu á samfélagsmiðlum undanfarna daga og vikur. Óskastaðan væri líklega sú og að mínum að til eina raunhæfa leiðin til að sleppa að mestu við að nota salt sem hálkuvörn. Það er útfærsla á sandleiðinni sem var einhvern veginn þannig að moka snjóa meiri krafti heldur en við höfum verið að gera á til dæmis í október síðastliðnum. Þetta kostar pening. Þá erum við í leiðinni að moka burt hluta af þessu malbiki sem molnar upp úr götunum og öðrum óhreinindum. Og keyra burt eða íta lengra burt meira af snjó þegar við erum að moka. Þannig að ruðningarnir séu ekki sífellt að smita sand og ryk út á götuna. Þetta kostar líka pening. Sópa oftar og meira. Þvo oftar. Nota ennþá grófari mulning, kannski. Við vitum það ekki ennþá. Meðan við vitum ekki fyrir víst innihaldið í ríkinu okkar. Hálkuverja göturnar minna en kannski gangstíga og stéttar meira. Þannig að fólk takir þá strætó eða fari með umgöngu og hjólastíga þegar er slæm hálka fyrir bíla. Loka gilinu oftar og svo nota sjó eða saltblandað ferskvatn til að binda ryk þegar við lendum í vandræðum. Sandleiðin kostar eitthvað meira, það er að segja snjómoksturinn. Í fyrsta lagi, við ætlum að moka betur. Moksturinn er að kosta okkur núna cirka 150 milljónir ári getum við sagt og ef við ætlum að moka eitthvað meira sem munar þá getur það kannski verið 30 milljónir sem við erum að tala um. Og svo að sópa og þvo oftar. Ein umferð af vönduðum þvotti kostar kannski 10-15 milljónir en við þyrftum ekkit endilega alltaf að vera að sópa og þvo allan bæinn. Það er hægt að leggja áherslu á að fara oftar aðalgöturnar sem eru óhreinastar. Og svona gróflega áætlað getum við þá kannski verið að tala um 50-55 milljóna viðbótar kostnað frá því sem nú er með að fara sandleiðina við hálkuvarnir en standa jafnframt mjög myndarlega að baráttu gegn svifryki. Og aðeins til fróðleiks að
þessi hálkusandur, 2 til 5 mm, hann kostar okkur rúmlega 3.000 krónur tonnið, en salt komið til Akureyrar kostar tífalt meira, rúmlega 30.000 krónur tonnið. Ég sagði nú við verkstjóran ekki bara að kaupa það í bónus, því þetta nú ótrúlega hátt verð að kaupa salt í tonnavís, en það kostar að flytja það og fleira. Nú, hvor leiðin sem verður farin, þá þurfum við að eignast góðan götusóp og nota hann mikið, passa betur flugvöllin og er að koma rík þaðan þegar að flugbrautin sópuð til dæmis og svo þar ófrágengið flughlað. Ganga betur frá stórum framkvæmda og moldarsvæðum í og við bæinn, kannski skipuleggja framkvæmdir þannig að það séu ekki stór svæði ófrágengin í langan tíma, heldur hafa minni og snarpari áfanga, passa að malarbílar ber ekki óhreinindi út á götur, kannski hálkuverja göturnar minna, það hafa margir nefnt þetta, láta ökumenn að passa sig og ef þú treystir þér ekki til að keyra í hálkunni eða telur bílinn þinn ekki nógu vel búinn, þá bara notar þú aðra samgöngumáta. Og nátengt því, hvetja fólk til að ganga, hjóla og taka strætó, beina umferð frá miðbænum, mögulega, lækka hámarkshraða, hvetja þá sem geta til að sleppa nagladekkjum, mæla gegn díselbílum, þeir gefa frá sér mikið sót, takmarka umferð bíla, samanber umræðu í Reykjavík, takmarka flugelda og áramótabrennur, huga að mengun frá skemmtiferðaskipum og iðnaði, athuga umferð flutningabíla miðbæinn, við vorum að frétta það bara í dag, átt okkur á því að umferð flutningabíla fer dálítið saman við suma allavega að þessum svifrykstoppum okkar, til dæmis núna síðastliðna nótt, þegar það lítil almenn umferð. Og þá eru flutningabílar að koma til bæjarins og til dæmis frá Húsavík og keyra bara beint fram hjá loftgæðamælinum okkar. Eru það góðar fréttir eða vondar fréttir? Ég veit ekki, kannski hvort tveggja. Vondar fréttir að stóru bílarnir mengi svona mikið, en kannski góðar fréttir að þeir hafi aðalega staðbundin áhrif ef svo er. Þurfum líka að athuga uppsetningu á mælinum sjálfum. Við höfum fengið ábendingu frá áhugahópi gegn saltnotkun að hæð á inntaki sé óvenjuleg hjá okkar mæli hérna á Akureyri. Spurning hvort það hafi áhrif á mælinguna og hvort hún sé þá nógu samanburðarhæf við aðra staði. Hvers vegna erum við hálkuverja? Ég ætlum ekkert að eyða tíma í það. Skemmir saltið malbik? Já, sennilega. Við höfum vísbendingar það, en ég rakst ekki á í fljótu bragði eina svona beina könnun á því. En áður nefndur áhugahópur gegn salti hefur sendt okkur ljósmyndir af athugun sem var gerð á suðvesturhorninu og bendir vissulega til þess að það séu sjáanleg bein áhrif í malbiki þar. Nú, uppruni svifryksins á Akureyri. Á dögunum barst okkur greinargerð frá Umhverfisstofnun rannsókn á bygginnihaldi í ryki eða óhreinindum á götum Akureyrar. Það eru sýni sem voru tekin í nóvember fyrir ári síðan. Niðurstaðan að uppruni ryksins á þeim tíma hafi á flestum stöðum verið 50 til 80% malbik, en gildin rokka líka bæði ofar og neðar og það greinilega talsverð óvissa í þessari mælingu. Og eftir stendur þá spurningin hvað í afgangnum, þessum 20 til 50%. Hálkuvarnarsandur, jarðefni annar staðar frá, hjólbarðar, sót og svo framvegis. Og við höfum reynt 3 aðferðir til að nálgast það og meðal annars skoða skýrslu frá Reykjavík sem var gerð nákvæm greining á uppruna óhreinindana. Þar kom í ljós að malbik var 50%, sót 30%, jarðvegur aðeins 7,7%, en það eru náttúrulega ekki notaður sandur til hálkuvarna, þannig að það kannski ekki við því að búast að það væri hátt gildi. Í öðru lagi vitum við það að það er að segja sérfræðingar okkar hafa áætlað að það sé 400 tonn árlega sem að molna upp úr malbikinu á öllum götum Akureyrar. Og þetta meta menn með þegar kemur að endur malbikun og þyktarmælingum á malbikinu, þá það búið að rýrna þetta mikið, að þetta umreiknast yfir í 400 tonn á ári og það þetta heilmikið af óhreinindum og sandi og ryki sem að þetta skilar þá á göturnar og þarf að losna við, annaðhvort með snjómokstri eða sópun og þvotti.
og til samanburðar höfum við verið að nota cirka 200 tonn af sandi til hálkuvarna á götum á Akureyri, þannig að það eitt og sér gæti sagt okkur kannski að sandurinn væri helmingur á við malbikið í rykinu. Í þriðja lagi vitum við að ryk kemur annar staðar frá, moldarsvæði við Golfvöll og Réttarhvamm, framkvæmdasvæði við flugvöllinn, við bílaklúbb, fleira á Glerárdal og við höfum einhverja vísbendingu að sópun á flugbrautinni á Akureyri hafi farið saman við einn háan svifrykstopp hjá okkur og ætlum að skoða það betur. En þegar allt þetta vegið saman þá erum við að giska á það núna að dæmigerð samsetning á óhreinindum á götu á Akureyri geti verið 60% malbik, 20% hálkusandur, 10% sót, 5% jarðefni annar staðar frá og 5% enn annað, bremsur, salt, plastrusl, svo framvegis. Þetta bara mat og væri æskilegt að gera rannsókn svipaða og var gerð í Reykjavík. Aðeins skammtíma aðgerðirnar á meðan að við erum að velta þessu öllu fyrir okkur og læra og afla upplýsinga og tala saman. Þá erum við þetta frá degi til dags að taka ákvarðanir úrræði til hálkuvarna og rykbindingar og svo framvegis. Og núna í haust höfum við notað sjó til að binda ryk á götunum. Sá sjór hefur verið tekinn í Krossanesi, vel norðan við öll útrennsli frá fráveitum og hefur heilbrigðisfulltrúi staðfest að engin ástæða sé til að skerla innihald í þeim sjó, enda straumur til suðurs meðfram ströndinni. Nú, við tókum einar 3 lotur í svona sjó- og saltvatnsburði í nóvember og það gafst vel gagnvart svifrykinu, allir sammála það, en þegar að það hlýnaði 21. nóvember að þá myndaðist mikil leðja á götunum og það virðist eins og bæði hafi göturnar verið óhreinar og svo hafi saltið leyst óhreinindi og jafnvel leyst upp bik og fínefni sem var þá efst í malbikinu og bílar óhrenguðust, föt óhrenguðust, gæludýr urðu fyrir óþægindum. Þetta var hvimleitt ástand, stafaði af því í grunninn að göturnar voru skítugar. Svo kom aftur frost og ástandið varðandi leðjuna gjörbreyttist til hins betra. Svifrykið var þá líka vel innan marka. Núna er svo aftur komin hláka og í gær og dag hafa 4 eða 5 stór tæki verið að sópa og þvo göturnar. Svo fáum við aftur snjó seinna í vikunni kannski, mokum, hálkuverjum og hringrásin heldur áfram. Nokkra spurningar sem við þurfum að fá svör við, hver uppruni óhreinindana hjá okkur? Getum við fækkað svifryksdögunum nægilega mikið með þessari sandleið, það er að segja ekki nota salt til hálkuvarna, heldur aðeins til að binda svifryk þegar við þurfum nauðsynlega á því að halda. Hvað kostar nýr götusópur? Sennilega 30 til 50 milljónir. Á síðasta föstudag var fundur í umhverfis- og mannvirkjaráði og það var samþykkt samhljóða svohljóðandi bókun. Það forgangsmál hjá Akureyrarbæ að fækka þeim dögum á ári hverju sem svifryk fer yfir heilsuverndarmörk, enda talið að það sé fjöldi ótímabæra dauðsfalla á ári hverju á Íslandi vegna svifryks. Undanfarnar vikur hefur verið notaður sjór og saltvatn á götur til að binda ryk og hefur það virkað mjög vel til að hemja rykið, en hins vegar haft á óheppilegu hliðarverkuna þegar hitastig fer yfir frostmark þá myndast leðja á götunum. Undirliggjandi ástæða þess að göturnar eru skítugar. Nú unnið að því að móta stefnu aðgerðir gegn hálku og svifryki og mun sú stefna meðal annars fela í sér aukinn snjómokstur og að göturnar verði þrifnar oftar og betur en tíðkast hefur. Því lagt til að Akureyrarbær kaupi nýjan og öflugan bíl til að sópa og þvo götur. Leitast verður við að finna heildarlausn sem felur í sér mikinn árangur í baráttu við svifryk og tryggir jafnframt viðunandi hálkuvarnir og sem mesta sátt á meðal bæjarbúa. Umhverfis- og mannvirkjaráð felur umhverfis- og mannvirkjasviði, sem sagt starfsmönnunum, að framkvæma verðkönnun á götusópum og ljúka við aðgerða áætlun varðandi svifryk og hálkuvarnir. Og svo bara rétt í lokin vil ég benda á að hvaða skoðun sem fólk hefur á mismunandi aðferðum við hálkuvarnir og baráttu gegn svifryki, þá geta allir lagt sitt að mörkum með því að velja umhverfisvæna ferðamáta, ganga, hjóla, taka strætó og reyna að fækka ferðum á einkabílnum. Takk. Bæjarfulltrúi Andri Teitsson lokið máli sínu næst, máls bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla ekki að halda neitt langa tölu þetta. Ég vil bara þakka Andra fyrir mjög góða yfirferð á málinu og hann hefur dregið fram alls konar staðreyndir sem að skipta máli í þessari umræðu og bara mjög fínt að fá svona góða yfirsýn yfir málið. En mér langar til þess að fagna því að heilbrigðiseftirlitið og heilbrigðisnefndin okkar, sem að mér finnst vera gríðarlega mikilvægur í raun vanmetnar stofnanir í samfélaginu, ég fagna því að þær fái þetta vægi og þeirra tillögur séu teknar jafn alvarlega og gert í þessu tilviki. Og mér finnst bara svo mikilvægt og ég finn að það kannski það sem bæjarfulltrúi Andri var að segja, að það enginn að gefast upp þó þetta hafi ekki verið fullkomið kannski og þó að sé einhverju sem eru óánægðir. Og kannski finnst mér líka bara mikilvægt að koma einn upp og fyrir hönd margra sem ég hef talað við gangandi vegfarenda sérstaklega og bara segja takk af því að það allavega verið að gera eitthvað og það alveg rétt að ýmsir hafa orðið skítugir en við erum líka gríðarlega mörg sem höfum andað mjög létt, má segja, miðað við árstíma þessar síðustu vikur og það bara mjög þakkarvert í raun og veru og bara gríðarlega mikilvægt að gefast ekki upp við að reyna að ná fram einhvern veginn bestun í þessu þar sem við höfum öflugar svifryksvarnir og minkum, má segja, aukaverkanir af þeim. En svo finnst mér líka, og ég vil bara fagna því hvað íbúar hafa tekið þetta mál upp á arma sína og bundist einhvers konar óformlegum samtökum og skipað sér hóp og talsmenn og sem var gríðarlega mikilvægt vegna þess að umræðan var það bil að leysast upp í vitleysu vegna þess að fólk var gríðarlega orðljótt og ómálefnilegt á tímabili í þessari umræðu og mér finnst bara mikilvægt að segja að það skaðaði, fannst mér á tímabili umræðuna en við höfum ekki við heldur íbúar með því að skipa kannski einhverja fulltrúa til þess að tala máli og sem að við hittum sem að bæjarstjórn hitti fyrir í dag. Bara á mjög góðum fundi sem var mjög gagnlegur, tel ég bara fyrir okkur og fyrir þennan hóp líka og þarna fólk búið að taka að sér að taka saman einhvers konar samantekt líka á bæði staðreyndum og skoðunum og hugmyndum og fólk var búið að skoða ýmis mál og fletta upp einhverju sem við höfum ekki og kannski okkar fólk má segja á umhverfissviði bæjarins ekki skoðað. Þannig að þarna eru bara að leggjast saman þeir aðilar sem skipta mestu máli. Það eru við sem eru með kerfið og eru með sérfræðingarnir í vinnu og svo fólk sem hefur nógu mikinn áhuga og metnað fyrir málinu til þess að fletta einhverju upp. Þannig að ég held þetta sé bara í raun og veru bara gott mál í dag og það auðvitað hægt að tala endalaust þetta en ég treysti því að við munum halda áfram og sérstaklega þá í gegnum umhverfis- og mannvirkjaráð og heilbrigðisnefnd og heilbrigðiseftirlit tala áfram málið og reyna að finna út hvort það sé einhver efni sem hægt að nota sem að virki betur heldur en saltað vatn eða sjór og hvernig það að segja þessi sérfræðinga umræða. Kannski það sem að líka mikilvægt að hafa í huga að eins og bæjarfulltrúi Andri tók réttilega fram að þá eru flest af þessu kostar pening, það að segja þessum viðbrögðum og þessum aðgerðum sem við erum að hugsa að fara í og það bara gríðarlega mikilvægt að því sé haldið á lofti í umræðinu líka að allir þessir innviðir sem að einkabíllinn krefst kostar auðvitað gríðarlega mikið fjármagn og við þurfum auðvitað að hugsa okkur hvar við ætlum að taka það fjármagn og það auðvitað eitthvað sem við skoðum bara í tengslu við fjárhagsáætlunargerð en mér finnst bara mikilvægt að það sé að við slítum ekki sundur umræðuna framkvæmdir og síðan umræðuna fjármagn til framkvæmdina og hvaðan það á að koma og hvort að það á einhvern veginn að koma, ég veit ekki hvort það hægt að stunda einhverju tekjuöflun frá einkabílustum sjálfum eða hvað, ég meina það bara eitthvað sem við þurfum að velta upp en bara takk fyrir mjög góða yfirferð
og bara þakkir til íbúa fyrir að hafa þó komið málinu í þennan farveg að við erum að stunda gæfulega umræðu. Það er bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir lokið máli sinni, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Berglind Ósk Guðmundsdóttir. Já, kæri forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég var að nýta tækifæri að koma hingað upp í dag. Eins og við vitum öll, þá hefur þetta haust verið einstaklega furðulegt í veðráttu. Fallegi bærinn okkar hefur gránað talsvert. Bíllinn minn hefur sig fegur í daga, skófatnaðurinn er stöðum þvott á heimilinu og jafnvel barnakerran er haugdrullað sem hýrist í skömmun í hjólageymslunni. Þessar æfingar bæjarins að rykmynda götur hefur endað einhvers konar báli þar sem stærstu eldanir geysa á samfélagsmiðlum. Umræðan hefur líka verið á talsverðum villigötum. Fólki er stillt upp á móti hver öðru sem annarkvort heilsu sinna, sem sé salti sem vanlegasta kostinn og svo þeirra sem telja bílana mikilvægari en lungu barnan okkar. Þetta er auðvitað glórulaust og við vitum að málið er ekki svona svart og hvít. Svifryki er auðvitað ekkert lamb að leika við og ég til öruggt að segja að ekkert okkar kæri sig svifryksmengunina. Hér þurfum við að skoða fyrirkomulega mælinga í bænum og þá verður aðgerðaáætlun til þess að lágmarka svifryk að innihalda raunhæfar aðgerðir sem vonandi gert ráð fyrir að ráðast skuli í strax. En nú áræða lausnir. Það þýðir varla tíunda hér að það hefði mátt bregðast við vetri með allt öðrum hætti en sorglega var það raunin. Mokstur hófst allt of seint. Þegar hann hófst þá var líka við orðið of seint og þá einnig þrifum á gatnakerfinu augljóslega ábótavant. Í framhaldinu er mikilvægt að við leggjum áherslu á að hreinsa snjó af götum bæjar strax eftir snjókomu. Byrjum fyrr en seinna. Gangi moksturinn greiðlega getur dregið verulega úr þörf á hálkuvörnum sem hlýtur að eiga að vera markmiðið. Og þá langar mér sérstaklega líka bara fyrst í stend hér að þakka þessum vinnuhóp, ekkert salt á götur Akureyrar fyrir metnaðarfullt starf. Það er dýrmætt fyrir bæjarstjórn að eiga kappsama og drifna einstaklinga sem láta sig málefni bæjarins varða. Það er gott að fá fram alla hliðar máls og eins og við þekkjum af umræðinu á samfélagsmiðlum þá er stór hluti bæjarbúa ansi ósáttur við þessar framkvæmdir hér í haust og vetur og það er auðvitað skylda okkar kjörnu fulltrúana að hlusta á sjónarmið íbúa bæjarins, já og svo svara með skýrum og heilum svörum svo íbúum bæjarins treysti að á þá sé hlustað. Spurt og svarað svifryk og hálkuvarnir á heimasíðu bæjarins er bara flott framtak og skref í rétt átt. Svo bara í lokin þá blasir þetta svona fyrir mér. Við búum á Akureyri, veður og vindar breytast, tökum skynsamlegar ákvarðanir sem varða bæjarbúa á svona miklu leyti af heilum hug og gerum ráð fyrir að hér í bæ kostar að moka snjó, það kostar að hreinsa göturnar og áttum okkur á því að þessu peningi er varið til öryggi íbúa okkar. Takk. Bæjarfulltrúi Berglind Ósk Guðmundsdóttir lokið máli sinni, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Heimir Haraldsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Hér á Akureyri eru við ekki að glíma við umferðarhnúta og langar vegalengdir til og frá vinnu eins og á höfuðborgarsvæðinu. Við erum kannski að glíma við að ferðavenjur okkar miðast aðallega við að nota einkabílinn og ef gögn frá Samgöngustofu eru skoðuð er fjöldi bíla á hvern íbúa hér á Akureyri með því mesta sem gerist. Ég held að það sé öllum ljóst að það er fylgni milli umferðarmagns og svifryks. Ég held að það sé líka öllum ljóst að það er erfitt að breyta hegðun sem við höfum tileinkað okkur í langan tíma. Í ljósi umræðunar hér í bæjarfélaginu er fullt tilefni til þess að við endurskoðum ferðavenjur okkar hér á Akureyri. Vegalengdir eru stuttar, það er frítt í strætó, víða eru göngu- og hjólastígar og svo má benda á það að það liggur frumvarp á Alþingi niðurfellingu á virðisaukaskatti á hjólum og rafmagnshjólum. Við getum minnkað skull, með því bætt loftgæði og lýðheilsu á allan hátt og í leiðinni spara pening. Við erum græn á Akureyri þegar kemur að mörgum atriðum og þegar við fórum að flokka rusl þá þurfti átak í að breyta hegðun hjá okkur íbúanum. Nú þurfum við ekki að hugsa okkur tvisvar hvort við flokkum eða ekki og leyfum okkur að gagnrýna þá sem ekki flokka. Góðir hlutir gerast hægt og munu loftgæði á Akureyri batna til muna ef allir gera eitthvað en ekki fáir sem gera allt. Bæjarfulltrúi Heimir Haraldsson lokið máli sinni, orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta er áhugaverð og skemmtileg umræða. Ég
man fyrst eftir það þegar ég upplifði alveg hræðilega loftmengun. Þá var ég stödd í Kína og flugi mitt var fellt niður vegna slæmra loftgæða. Og ég var að snýta svörtu og fann fyrir því í lungunum hvernig loftgæðin voru í því landi á þeim stað allavega í þeirri borg sem ég var stödd. Ég ein af þeim sem hef til langs tíma nýtt mér bíl sem úlpu og skipti aðeins lífstíl og fór að hjóla fyrir 1,5 ári. Það var nú ekki gert endilega þó að sem uppreisn í umhverfismálum, heldur til þess að anda með fersku lofti og ná svona andlegri stabiliseringu og ró á hugan í hröðum heimi. En það var í fyrsta lagi alveg ótrúlega einfald lífstílsbreyting, miklu einfaldari heldur en ég hefði átt von á. En alls ekki sjálfgefin og ég hefði ekki getað hugsað mér hana þegar ég var með lítil börn í því samhengi. Ég var með börnin þá aðeins á hjóli en það var dálítið mikið mói. En mín upplifun af því að hafa gert þetta er bæði frábært fyrir mig sem manneskju, fyrir hreyfingu og fyrir ferska loftið. Hins vegar eru þetta ljóst að svifrykið er óþægilegt og svo ekki síður alvarlegt. Og mér finnst frábært að við séum að ræða svifryk, að við séum að ræða það að við viljum draga úr því og að við séum að reyna að stabilisera umræðuna í ekki svart og hvítt og ekki engin bíll eða já og nei, heldur bara við viljum öll bæði anda ferskara lofti og hafa hrein föt og bíla. Þetta hljómar svo ótrúlega einfalt. Við erum í einhverju lærdómsferli. Við viljum ekki drullu en við viljum ekki svifryk og ég held að það sé hægt að gera bæði og þetta þurfi ekkert að vera neitt liðaskipt og ég held að þetta sé rosalega mikilvægt, þetta sé dálítið langhlaup. Við þurfum að vanda okkur og ég tek undir það sem hefur komið fram hérna í dag að ég er ákaflega sátt við að við höfum átt í þessu samtali og fagna þessu frumkvæði íbúa við að ræða og saman og taka saman gögn og ræða við okkur. Ég held að það sé verðmætt fyrir okkur sem hérna sitjum og það er líka fjölmargir og vil ég þakka Andra fyrir þessa fínu samantekt að það er ýmislegt sem þarf að ræða og jú, þetta kostar peninga, hvort sem það er snjómokstur eða hálkuvarnir og auðvitað væri ofsalega mun einfaldara ef við værum með færri bíla, það væri ódýrara, miklu ódýrara eða minna skull. En það er ekki hægt kannski að ákveða fyrir annan en sjálfa sig hvað maður ætlar að gera og hvað maður ætlar að leggja mörkum. En ég vildi koma upp vegna þess að þó það sé bara til að ítreka það að mér finnst að skipta svakalega miklu máli og mér finnst að ábyrgð og mér finnst að alvarlegt að við látum ekki svifrykið verða okkur að bráð hérna í litla bænum okkar á norðurhjarar veraldar þar sem við viljum upplifa tengslu í náttúruna og ró og næði og fjölskylduvænt umhverfi þar sem börn og ungmenni geti lifað góðu lífi í fersku lofti. En ég hef enga trú á því að bærinn þurfa að vera eitthvað sérstaklega skítugur og við þurfum að læra af því verkferli sem við vorum. Við þurfum að hefja snjómokstur fyrr, við þurfum að skora færanlega svifryksmæla og við þurfum að sópa betur og gera betur í þeim efnum. Þannig að ég segi bara að þetta sé vinn-vinn og við þurfum bara að halda áfram í þá átt. En endilega við skulum ekki gefast upp í baráttunni við svifrykið. Bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir, loki máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, ég vil byrja að þakka bæjarfulltrúa Andra Teitssyni fyrir þessa samantekt og ykkur hinum sem hafa komið hérna upp. Ég ætla bara að segja við meirihlutann svo lengi læri sem lifir og mistökin til að læra þeim. Því að það voru náttúrulega gerð mistök í veturinn. Ég ætla ekki að eyða tímanum í það. Það sem að mér finnst skipta máli í þessu öllu saman er að ég les út úr bæði umræðum og þessari bókun sem var gerð í umhverfis- og mannvirkjaráði og þeim viðræðum sem við áttum við þennan hóp sjálfboðaliða sem var með okkur hérna áðan og var að fara með okkur yfir þau gögn sem þeir voru búin að taka saman. En ég les það út úr þessu að það séu svona átta sig á því að það þurfi að vinna hlutin öðruvísi.
Í mínum huga er þetta ekkert flókið. Við þurfum að þrífa götur, vor og haust. Við þurfum að moka snjón í burtu strax og hann kemur, þannig að það er ekki að klaka, og við þurfum að draga eins og mögulegt úr notkun á hálkuvarnarefnum, og við eigum ekki að gera það ef við mokum vel. Hvort sem eru gangstígar, hjólastígar eða götur. Og það er alveg rétt að bílaeign á Akureyri er mikil, en miðað við það tölur sem ég hef séð bílaeign á Akureyri þá er nú sennilega bílaleigurnar þarna með, en það skekkir nú myndina eitthvað. Mér minnir að ef allir bílar eru teknískt skráðir á Akureyri þá er það sennilega heimsmet í bílafjölda per haus. En þá held ég að sé nú nokkuð 1000 leigubílar inn í því. En það er aukaatriði í sjálfu sér vegna þess að það sem er raun að vera hættulegast við svifrykið, það er kannski sótið. Það eru kornin eða dufti sem losnar upp úr malbikinu þegar ekið á nagladekki með að nota salt, bara sem dæmi. Og þetta eru kannski þær agnir sem eru hættulegastar, en eins og bæjarfulltrúi Andri kom inn á, þá höfum við ekki greiningu á þessu svifryki hér í bænum. Við þurfum gjarnan að hafa hana bara til þess að geta þá gripið til réttra aðgerða. Ég á mjög erfitt með að verja það að bera salt á götur og ætla ekki að gera það. Mér finnst það bara ekki rétt og við höfum að reyna að forðast það eins og mögulegt er og fyrir því eru margar ástæður. En það getur verið verjanlegt að grípa til neyðarráðstafana ef engar aðrar aðgerðir eru færar, ef svifryk er orðið það mikið að þessi komi yfir heilsufarsmörk. En það þarf að gera að mjög vandlega athugumáli, af því að þetta er spurning sem okkur var stillt upp með hérna áðan. En ég held við þurfum að finna einhverja varanlegar lausnir sem en geta sætt sig við, því að það er alveg morgunljóst að við verðum að ná sátt aðgerðir sem að þessu snúa. Og ég held við séum í raun öll sammála í grunninn það og ég fagna því bara. Og fagna þá bara þeirri umræðu sem hefur átt sér stað í þessu mál. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið máli sínu, orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil byrja að lýsa yfir að ég misti því miður vegna að fundurinn sem var hér áðan með þessum áhugahópum salt á götur og því ég get ekki tjá mig hvernig þessi sáfundur var, hins vegar las ég gögnin sem frá þeim komu og það var athyglisvert og gaman að sjá hversu menn hafa lagt sér fram við það að reyna að leita upplýsinga og ég eru með því að koma með gögn sem eru mjög gagnleg fyrir okkur í þessari umræðu. Auðvitað eins og bæjarfulltrúi Gunnar kom inn á, þá erum við held ég öll sammála það að hvar við erum stödd í þessari vegferð. Við erum að reyna að finna lausnir til þess að reyna að draga úr bæði óheilsumsamlegum svifryki og síðan að reyna að þjónusta bæjarbúa okkar betur og allt kostar það peninga en við þurfum einhvern veginn að reyna átt okkur hvernig við getum farið að því. En ástæðan fyrir ég kom hérna upp er bara fyrst og fremst að mér langar að hrósa formann umhverfis- og mannvirkjaráðs Andra Teitssyni fyrir hans framgöngu í þessu máli. Hann hefur verið afskaplega skeleggur í þessu öllu saman, það hefur staðið á honum mörg spjót og þetta hefur ekki verið einfalt fyrir hann. Hins vegar hefur hann verið mjög málefnalegur í allri sinni umræðu og svarað mjög vel og mér finnst bara ástæða til þess að hrósa honum fyrir það. Það var líka mjög gagnlegt fyrir okkur að fá spurt og svarað eins og bæjarfulltrúi Berglind kom inn á hérna, að fá spurt og svarað inn á vefinn þar sem að bæjarbúi geta svona aðeins átta sig betur á þessu og allar hans upplýsingar sem hann hefur verið að koma frá sér hafa verið mjög gagnmerkar fyrir okkur og svo ræða sem hann flutti hér upphafi var mjög upplýsandi. Mér langaði bara að koma þessu á framfæri. Takk. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máli sínu, orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér langar eins og öðrum að þakka Andra fyrir vel unnin störf, góða skýrslu, ég var ánægður með þetta. Ég las þetta í nótt og ég varð ekki pirraður fyrir hann að fara að fækka bílastæðum í miðbænum. Þá fauk í mig. En svona öllu gamni slepptu að þá er það kannski ekki alveg leiðin til þess að minnka svifryki í bænum, heldur að leita annarra leiða.
Og eitt af því sem að ég hef ekki þreist á að koma og ræða hérna, það þrifin á bænum okkar og þetta, og ég fagna því mjög að skuli stefnt að því að kaupa nýjan sóp. Ég held að það sé alveg bara frábært að því að tæknin flegið fram og ég held í dag við getum fengið miklu betri sóp heldur en að verið að nota í dag. Þannig að ég mjög ánægður með að fá það fram. En ég svolítið bílakall og ég á minn hlut í því að Akureyringar kannski hlutfallslega fleiri bíla heldur en einhverjir aðrir og ég vil náttúrulega alveg eins og hópurinn ekki salt á göturnar. Það alveg ljóst í mínum huga. Hins vegar alveg sammála því að það megi breyta þessu og við eigum kannski að byrja fyrr á morgnana finnst mér að moka. Það pirrar mig að koma út og sjá krakkar vera að fara í skólan og þurfa að klöngrast yfir metersháa snjógarða á miðri götunni til þess að komast yfir gangbraut. Ég held að sé að byrja fyrr og vera með þessar helstu strætisvagnaleiðir hreinar þegar að bæjarbúar fara á stað á milli 7 og 8. Einhver sagði við mig í gær á fundi já en þá vöknum við bakkljóði. Herðu, ég meina, þú veist, bakkljóði í einhverju ítu 10 sinnum á ári, skilur, hvort viltu það eða komast leiðaðina á morgnana þegar þú fer til vinnu eða börnin þín í skóla. Ég held að ég kýs bakkljóðið, það bara svoleiðis. Þannig að ég vildi gjarnan sjá okkur eins og kannski gert í Norðurlöndunum víða að byrja að moka fyrr. Þannig að helstu leiðir séu mokaðar fyrir klukkan 8 og þeir takja einfaldlega þessi menn sem á þessum stóru tækjum taki sér bara pásu og fari í kaffi á milli, hvað ég að segja, 7:30 til 8:30 á meðan að krakkarnir að fara í skólan og það bara búið að reynsa og síðan fara þeir út í hverfin eftir að krakkarnir eru konir í skólan. Ég held að megi breyta verklaginu svolítið þannig að við búum við betri bæ og gerum þetta betur. Ég veit að þetta kostar peninga en við búum hér, skilur, og við þurfum að hefta svifryk og við þurfum að moka snjó. Það bara þannig. Ég man ekki alveg hvað ég ætlaði að segja meira, en það var eitthvað ógeðslega gáfulegt, sko. Já, sko, þegar við erum að reyna að tala fyrir því að hjóla og allt það, ég ekki ennþá komið þangað, nema bara svona einstaka sinnum þegar konan dreif mig út að hjóla. Ég hjóla ekki í vinnuna og ég svona frekar stressu típa og fer svona á bílnum mínum, svona það sem ég þarf, nema ég hleyp hér á milli. Það sem kannski og hefur verið kvartað undan að það að strætóleiðirnar séu ekki nógu skilvirkar og þess vegna sé kannski ekki fólk ekki að nýta strætóin eftir að þeim hafa breytt síðast að það sé ekki alveg að ganga upp. Þannig ég fagna því að það að skoða það líka. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson, lokið málsins. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég nú byrja á að þakka Andra fyrir þessa góðu skýrslu. Ég held að þessi umræðavísu hafi ekki reynt neitt á hann. Hann nú tekist á verkefni þetta. En ég held að séu allir sammála þetta, þannig að ég ætla nú ekki að vera að draga þetta á langinn og þetta í höndunum á Andra að finna út úr þessu. Ég vil samt þakka þessu fólki sem kom og hitt okkur áðan, því að þessi hópur má nú eiga það og verða þess gæfa aðnjótandi að finna 5 góða talsmenn fyrir sig og tala við okkur svona á góðum nótum og voru með lausnir og búin að vinna sína vinnu mjög vel. Ég var mjög ánægður með þetta sem þeir komið með og svona eiga bæjarbúar að vinna, þeir eru óánægðir með eitthvað og ég held að sé þá tekið mark á þeim en ekki að þeir eru í öðrum erindagjörðum inn á þessum blessu Facebook eða hvað þetta heitir. Þannig að ég vil þakka þeim kærlega fyrir. Ég held að ég hafi nú byrjað að fyrsta sem ég talaði þegar ég kom inn í bæjarstjórn var að þrífa bæinn okkar hans betur og það var nú bara að sumri til og því verður mjög gott að fá nýjan sópingað og ég held að hann nú að vinna svona næstum því bara 24/7 sko, til þess að halda bænum góðum en við vitum líka að þetta kostar allt peninga og það þarf þá bara að hliðra til. Þannig að ég held að sé ærið verkefni framöndan hjá umsæði þessum málum og ég óska þeim bara velfarnaðar í þessu. Ég held við styðjum ykkur öll. Takk. Bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson, lokið málsins. Orðið laust. Þessi fleiri hafa ekki hvað til hljóðs, þá sé ég umræðu lokið þennan lið og næst komið að ungmennaröðu starfsemi og ég ætla að biðja varaforsetum að taka við stjórn og gefa mér orðið.
Já, bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, hér koma á dagskrá drög að endurskoðaðri samþykkt fyrir ungmennaráð á Akureyri og þessi drög hafa verið samþykkt bæði í frístundaráði og bæjaráði áður en að koma hingað. Þetta er drög sem að í ungmennaráð sjálft og ungmennin hafa verið að vinna að og hafa lagt til ýmsar mikilvægar breytingar og bara afskaplega ánægjulegt að sjá þeirra áhuga á því að breyta starfinu í raun og fara með okkur í þessa vegferð. Og ég ætla bara með leyfi forseta að lesa, þetta er ekkert löng samþykkt, lesa hana bara upp. Það stendur stofnun og tilgangur. Ungmennaráð Akureyrar var stofnað árið 2010 á grundvelli æskulýðslaga. Í 11. grein laganna segir sveitarstjórnir hlutast til að stofnuð séu ungmennaráð. Hlutverk ungmennaráða er meðal annars að vera sveitarstjórnum til ráðgjafar málefni ungs fólks í viðkomandi sveitarfélagi. Tilgangur ungmennaráðs Akureyrar er annars vegar að veita ungmennum fræðslu og þjálfun í lýðræðislegum vinnubrögðum og hins vegar að skapa vettvang og leiðir til þess að gera ungmennum kleift að koma hugmyndum og skoðunum sínum á framfæri meðal annars við kjörna fulltrúa sveitarfélagsins. Samfélagssvið og frístundaráð hafa fræðsluskyldu gagnvart fulltrúum í ungmennaráði og skipulegu frístundaráð fræðsludag fyrir ungmennaráð að hausti. Hlutverk þeirra. Hlutverk ungmennaráðs er að vera vettvangur ungmenna til að hafa áhrif á næsta umhverfi sitt sem dæmi starfsemi ungmennaráðs má nefna. Ungmennaráð skal eins og kostur hafa frumkvæði að umfjöllun mála. Ungmennaráð getur komið með ábendingar öll málefni sveitarfélagsins. Ungmennaráð beitir sér fyrir bættri þjónustu við börn og ungt fólk. Nefndur og ráð bæjarins skulu senda ungmennaráð til umsagnar öll málefni sem snerta ungt fólk sérstaklega. Hafa skal í huga að í 12. grein barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem jafnframt er ein af grundvallarreglum sáttmálans stendur að börn eiga rétt á að láta í ljós skoðanir sínar í öllum málum varða þau og að teki sér réttmætt tillit til skoðana þeirra í samráði við aldur þeirra og þroska. Barnasáttmálinn var lögfestur á Íslandi 20. febrúar 2013 og ungmennaráð gerir tillögu til frístundaráðs hvert það mál sem ráðið telur tengjast hagsmunum og aðstæðum ungs fólks. Ráðið fylgist með því eins og við á að stofnanir og þjónusta sveitarfélagsins vinni með hagsmunum ungs fólks að leiðarljósi. Og þá komum við hérna í svona tölverðum breytingum sem við verðum að gera. Það er hvernig á að tilnefna og skipa í ungmennaráð og fulltrúar í ungmennaráði geta orðið þeir einstaklingar sem eiga lögheimili á Akureyri og eru á aldrinum 14 til 20 ára á árinu sem skipað í ráði hverju sinni. Í ungmennaráði skuli sitja 11 nefndamenn, að minnsta kosti 4 kjörnir nefndamenn af grunnskólastigi og 4 af framhaldsskólastigi. 3 sæti geta raðast óháð skólastigi en haft til hliðsjónar mikilvægi þess að í ungmennaráði séu fulltrúar þess ólíka samfélag sem Akureyri er. Ungmennaráð mun fara inn í alla skóla á Akureyri með stuttakynningu að því loknu mun öllum skólastjórnendum berast póstur sem skal berast til nemenda á aldrinum 14 til 20 þar sem útskýrt verður hvernig hægt að sækja í ungmennaráð Akureyrar. Að auki verður sendur póstur á ungmennahúsið, búsetudeild og aðra deildir sem þjónast ungt fólk til þess að reyna að ná til hópa þeirra ungmenna sem hugsanlega sækja ekki í skóla en á aldrinum 14 til 20 ára með það að markmiði að fá sem mesta samfélagslega breidd í ungmennaráð. Þá verður farið í blinda kosningu þar sem ungmennaráð og starfsmenn samfélagsviðs velja fulltrúa út frá vilja til að starfa í ungmennaráði. Ef laus sæti í ungmennaráði eftir kosningar geta skólar, félagsmiðstöðvar og ungmenni Akureyrar tilnefnt fulltrúa í ráðið. Nefndamenn sitja í ungmennaráði í 2 ár í senn og þá aftur efnt til kosninga en sitjandi nefndamönnum gefst kostur á að bjóða sig fram aftur. Í samræmi við jafnréttislög nr. 10/2008 skal hlutfall kynjanna vera sem jafnast og eru laus sæti miðuð út frá því. Fulltrúa í ungmennaráð skal skipa fyrir 1. nóvember hvert ár. Þá það hvernig þeir munu funda eða ráðið munu funda. Ungmennaráð fundar öllu jöfnu einu sinni í mánuði við vetrartímann. Í mars ár hvert skal haldinn sérstakur bæjarstjórnarfundur unga fólksins og 2 sinnum á ári skulu haldnir sameiginlegir fundir frístundaráðs og ungmennaráðs.
einn að vori og einn annar að hausti. Haustfundurinn skal vera sérstaklega fræðslumiðaður og skal tryggt að nýkjörnir ungmennaráðsfulltrúar hafi forsendur til að vinna með stjórnkerfi bæjarins og hafi fengið fræðslu það hvernig koma með eigi málefnum á framfæri og geti sjálf óskað eftir fræðslu. Fundarsköp á fundum ungmennaráðs gilda ákvæði sveitarstjórnarlaga og reglur almenn fundarsköp með þeirri undantekningu að ekki skipað í embætti og bera allir nefndamenn jafnmikla ábyrgð og skipta til fundarstjórn á milli sín. Starfsmaður í samráði við ungmennaráð boða til fundar með dagskrá. Í dagskrá skal vísa til gagna þau fundarefni sem til umfjöllunar eru eftir því sem kostur er. Dagskrá skal send til aðalmanna í síðasta lagi 2 sólarhringum fyrir fund. Hægt að boða til fundar með styttri fyrirvara með samþykki allra nefndamanna og skal það bókað í upphafi fundar. Heimilt að taka mál til meðferðar í ungmennaráði þótt það sé ekki tilgreint á dagskrá. Þá skylt að fresta afgreiðslu slíks máls ef einhver nefndamaður óskar þess. Mál skuli tekin til umræðu og afgreidd í þeirri röð sem þau eru á dagskrá nema ungmennaráð ákveði annað. Afl atkvæða ræður úrslitum mála. Starfsmaður sér fundagerðir séu skipulega færðar í gerðabók og í tölvu og alla samþykktir séu bókaðar nákvæmlega. Þá kemur kafli þjónustu Akureyrarbæjar við ungmennaráð og ungmennaráð fær greitt fyrir fundarsetu að auki beinir Akureyrarbæjar þeim tilmælum til stofnana bæjarins að þær veiti ungmennaráði aðstöðu til fundarhalds án endurgjalds. Frístundaráð úthlutar fjárhagsramma til ungmennaráðs í samræmi við samþykktan fjárhagsramma bæjarstjórnar fyrir hvert starfsár. Ráðið gerir starfsáætlun í samræmi við úthlutaðan fjárhagsramma fyrir næsta starfsár vegna verkefna með ungmennaráðs. Ungmennaráð getur og hvatt til að sækja styrki til frístundaráðs fyrir sérstökum tilfallandi verkefni, hvort sem að ræða verkefni heima eða erlendis. Verkefnastjóri Barnavæns sveitarfélags umsjónarmaður á ungmennaráðs. Umsjónarmaður ber ábyrgð á rekstri og stjórnsýslu ráðsins, þar með talið fjármálum og framkvæmd ákvarðana þess. Umsjónarmaður hefur málfrelsi og tillögurétt á fundum ungmennaráðs. Umsjónarmaður ungmennaráðs aðstoðar við upplýsingaöflun úr bæjarkerfinu ásamt því að birta fundagerðir ráðsins á vefnum. Fundagerðir ungmennaráðs birtar á vef Akureyrarbæjar og fundagerðirnar teknar til kynningar á fundum frístundaráðs. Verkefnastjóri Barnavæns sveitarfélags tengilegur ungmennaráðs við bæjarkerfið. Ungmennaráð á áheyrnarfulltrúa í frístundaráði og fræðsluráði og hefur gert nokkur ár. Ungmennaráð kemur erindi sínum á framfæri við bæjarstjórn eða stjórnsýslu bæjarins með formlegum hætti. Það með bréfi eða tölvupósti. Akureyrarbæ ber að svara erindum með bréfi eða tölvupósti. Þetta sem sagt tölverða breytingar frá því sem áður var og unnið af ungmennunum sjálfum í samstarfi við frístund eða samfélagssvið og komið hér til umræðu og samþykktar. Halla Björk Reynisdóttir bæjarfulltrúi lokið máli sínu og færi aftur stjórn fundarins. Takk fyrir það og orðið laust næst tekur til máls bæjarfulltrúi Berglind Guðmundsdóttir. Kæri forseti, bæjarfulltrúar. Ungmennaráð gegnir mjög mikilvægu hlutverki. Þó að verkefni ungmennaráðs séu ekki öll tíundi í lögum og hlutverkis ekki gert frekari skil en að vera sveitarstjórnum ráðgefandi málefni ungs fólks, þá stór hluti af þeirri þjónustu sem bænum lögum samkvæmt skylt að veita einmitt fyrir börn og ungmenni. Við fullorðna fólki leyfum okkur oft að taka ákvarðanir sem varða hag unga fólksins okkar án þess að leggja hlustur á þær kröfur sem unga fólki gerir til þjónustunar. Með því að fjölga nefndamönnum í ungmennaráði, skýra betur tilnefningu með nefndamanna og greiða svo fyrir fundasetu og gefur rödd ungmenna meira vægi inn í stjórnkerfi bæjarins. Við viljum og eigum óska eftir umsögnum þeirra sem málin varða hvað mest. Bara eins og endurspeglaðist í umræðinni hér á undan, þá íbúar Akureyrarbæjar duglegir að segja sína skoðun, oft þegar ósætti við vinnubrögð eða tillögur en þá eigum við einnig að hvetja til þess að íbúar láti skoðun sína í ljós þegar að vel gengur. Nú segir í þessum drögum að nefndir og ráð bæjarins skuli senda ungmennaráði til umsagnar öll málefni sem snerta ungt fólk sérstaklega. Og ein helsta ástæðan fyrir því að stóð hér upp undir þessu máli að ég veit að hér getum við gert enn betur. Og með eflingu ungmennaráðs efast ég ekki að ráðið muni veita sveitarfélaginu nauðsynlegt aðhald og skerpa sýn á þær þarfir sem unga fólkið hefur. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Berglind Guðmundsdóttir lokið máli sínu, orðið laust. Þar sem fleiri hafa ekki kvatt sér hljóð, þeir sem geta samþykkt þessi drög, gefur merki. Það 11, takk fyrir það.
Þá er komið að 7. lið á dagskrá, það er Norðurorka, starfsemi og framkvæmdaáætlun. Til máls tekur bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksen. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Verkefni Norðurorku hafa verið margþætt undan gengin ár. Hér mun ég stikla á stóru í fortíð og nútíð sem og horfa til framtíðar. Fyrirtækið hefur undan gengin ár farið gegnum gríðarlega stór verkefni sem ekki eiga sér samlíkingu síðan hitaveitinu var komið á 1978. Þessar vikurnar og mánuði er í gangi stefnumótunarvinna stjórnar og starfsmanna, þar sem ætlun er að horfa til næstu 5 ára og gert ráð fyrir því að henni ljúki í mars 2020. Mat stjórnar og stjórnenda er að í megindráttum sé Norðurorka á nokkuð réttum kúrs, en nauðsynlegt er öllum að skerpa áherslur og framtíðarsýn. Í stefnumótuninni sem var gerð 2012 kom helst fram að meginhlutverk Norðurorku sé að þjónusta heimili og atvinnulíf með vinnslu og dreifingu á heitu vatni og neysluvatni, dreifingu á raforku og rekstri fráveitu, auk þess að taka þátt í starfsemi sem nýtt getur auðlindir á starfsvæðinu sem og rannsóknir, þekkingu eða búnað félagsins til eflingar samfélagsins. Framtíðarsýnin er sú að Norðurorka sé einn af hornsteinunum í norðlensku samfélagi og eitt af öflugustu alhliða orkufyrirtækjum á Íslandi. Orkuöflun sé nægjanleg, byggð á endurnýjanlegri orku og vatnslindum ásamt ábyrgri auðlinda nýtingu. Fyrirtækið sé framsækið í nýsköpun og þjónustu og hafi ríka samfélagslega ábyrgð. Það helsta í stefnumótun varðandi lykiláherslur kom fram að reksturinn skili góðri afkomu og nýtingu fjármuna og að Norðurorka eigi dótturfélagið Fallorku ehf. Skynsamleg tækifæri séu nýtt til stækkunar og aukinnar hagræðingar, meðal annars með hlutdeild í öðrum rekstri, með áherslu á orkutengd verkefni og verkefni sem eflt geta starfsemi Norðurorku. Þá var tekið inn í stefnu Norðurorku að einn starfsemistáttur fyrirtækisins gæti orðið rekstur fráveitu. Lögð er áhersla á að öryggismál séu grundvallar atriði í starfi fyrirtækisins. Mikilvægt er að fyrirtækið sé vakandi fyrir kaupum á auðlindaréttum með það að markmið að tryggja langtíma hagsmuni viðskiptavina og öruggt aðgengi þeirra að nægu heitu og köldu vatni sem og öflugum dreifikerfum veitna. Þar sem kalda og heita vatni er takmarkaðar auðlindir stefnir Norðurorka að því að nýting kalda vatnsins og verðlagning fari í auknum mæli gegn notkunarmæla hjá viðskiptavinum. Kjarninn í samfélagsábyrgð Norðurorku er að þjóna viðskiptavinum á starfsvæði sínu með þau grundvallar lífsgæði að hafa til reiðu nægjanlegt heitt og kalt vatn sem og áreiðanlegt dreifikerfi allra veitna fyrirtækisins. Reikna má með að stefnumótunin sem nú er í ferli taki umfram ofangreint á umhverfismálum, heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna, mælavæðingu, það er uppsetningu svokallaðra smartmæla, rafrænum ferlum, framtíð metanframleiðslu, framtíð grænna verkefna, sem og því hvort eðlilegt sé í ljósi tímans að skilja veiturekstur frá öðrum. Oft á tíðum óskyldum rekstri svo sem útleigu húsnæðis með stofnun móðurfélags. Norðurorka hefur sem fyrr unnið mikið að rannsóknum á vatnsauðlindum í Eyjafirði. Rannsóknir eru að miklu leyti unnar í samstarfi við Íslenskar orkurannsóknir eða ISOR. Rannsókn á forvinna gengur í heild sinni út á að tryggja fyrirtækinu og íbúum nægt heitt og kalt vatn til langra framtíðar. Samkvæmt nýju endurmati ISOR á vinnslugetu jarðhitasvæða Norðurorku eigum við heitt vatn miðað við núverandi íbúaþróun til ársins 2044. Hér dregur Arnarnessvæðið eða Hjalteyri vagninn og má segja að bjartsýnar vonir manna jarðhitakerfið ætli að ganga eftir. Á Hjalteyri var boruð ný vinnsluhola á árinu 2018 sem talin hafa heppnast með miklum ágætum. Sú hola er boruð sverari en fyrri vinnsluholur með það fyrir augum að lækka dælukostnað. Búið er að byggja nýtt hús yfir þá holu og tengja hana núverandi kerfi og fer nýja holan í nýtingu á næstu vikum. Staða Norðurorku er sterk þrátt fyrir aukna skuldsetningu félagsins liðin ár í takt við stór og kostnaðsöm verkefni.
Gert er ráð fyrir lántöku á árinu 2020 en síðan fyrir reksturinn ná jafnvægi árið 2023. Í lok árs 2013 yfirtók Norðurorka Fráveitu Akureyrar með yfirtöku skulda upp á 2,3 milljarða. Þær skuldir hafa öllu leyti verið endurfjármagnaðar með nýjum langtíma lántökum á hagstæðum kjörum. Verðskrá allra veitna munu hækka 2,5% næstu áramót og þar horft til lífskjarasamnings aðila á vinnumarkaði. Í raun hefði verið eðlilegt að hækka verðskrár fráveitu og hitaveitu meira en það vegna framkvæmda sem í gangi eru, en það skiptir Norðurorku ekki síður máli að vextir og verðbólga séu hófstillt. Metanframleiðsla félagsins hefur gengið nokkuð vel en sala metans hefur langt frá gengið eftir þeim áætlunum sem lagt var upp með í upphafi. Í ljósi framangreinds hefur verkefnið ekki verið arðsamt fyrir Norðurorku. Umhverfislega er ábótin þó mikill. Ljóst er að í stefnumótun félagsins þarf að taka á því hvort metanframleiðslan verður áfram skilgreind sem eitt af kjarnaverkefnum félagsins. Á sínum tíma tók félagið að sér að nýta gamla sorphauginn hvað framleiðslumagn og tímaáhræði en leit ekki til þess að í framtíðinni byggði félagið upp og ræki nýja gasgerðarstöð. Í byrjun næsta árs verður sett upp aukaþjappa til að auka afköst framleiðslunar sem og til að auka afhendingaröryggi. Mörg stór verkefni eru í gangi í hitaveitunni, en Hjalteyraverkefni gnæfi þó yfir allt með áætlaðan heildarkostnað upp á 2,5 milljarð. Verkefnið snýst borun nýrrar holu í Arnarnesi, borholubúnað, borholuhús, nýja loftskilju, nýja dælustöð og lagningu nýrrar 500 mm lagnar til Akureyrar. Að auki er að vatninu frá Hjalteyri nú dælt beint upp í Þórunnarstræti, það inn á tanka fyrir neðra þrýstisvæði hitaveitunar. Lokið 2 áföngum þess verkefnis og má búast við að verkefni skili auknu magni strax í vetur, enda mikil nauðsyn þar á. Áfram unnið að því að fjarlægja tengibrunna en þeir voru 450 upphaflegu dreifikerfi hitaveitunar. Hitaveitukerfið að eldast og kallar aukna athygli hvað varðar möguleika og tækifæri til endurnýjunar. Stjórn Norðurorku tók þá ákvörðun að ná heita vatni sem framkom við gerð Vaðlaheiðarganga í sérlagnir og út úr göngunum. Áætlað að vatni nýtist til rekstrar baðstaðar í nágrenni við gangnamunan og verði þá kostnaður vegna verkefnisins lagður inn í fyrirtækið baðstað. Aðeins að vatnsveitunni, en áætlað var að árinu 2013 að byggja 2000 rúmmetra vatnsgeymi í Torfdal ofan svæðis bílaklúbbsins, sem og að endurnýja vatnslagnir ofan úr Hesjavallalindum. Vonir standa til að verkið geti hafist á árinu 2025, en það hefur aðeins hafist vegna skipulagsmála. Með nýjum vatnsgeymi bætist við nýtt þrýstisvæði í vatnsveitunni auk bóta í vatnssöfnun og lausn á óþægindum vegna lofts í neysluvatninu. Þá einnig möguleiki á að virkja fall ferskvatnsins til rafmagnsframleiðslu. Einnig liggur fyrir í vatnsveitunni að koma kalda vatninu úr Vaðlaheiðargöngum til Akureyrar en mikill kostnaður til samfara og verkefnið áætlað í áföngum en áætlað að hefja það árið 2024. Það má segja að rafveitan sigli sem fyrr nokkuð lygnan sjó. Mikið hefur áunnist í endurnýjun búnaðs í dreifistöðum liðin ár en hver stöð skoðuð á 10 ára fresti. Dreifistöðvarnar eru nú 110 talsins. Nýtt eru tækifæri til að spennubreyta kerfum eftir því sem þau gefast en nokkur hluti bæjarins býr við lakari aðstæður svo sem til hraðhleðslu á rafbílum. Stóra verkefni framundan endurnýjun á aðveitustöðinni í Kollugerði en verkefni þó enn sem komið sett aftar í röðina að það eftir að Hjalteyraverkefninu lýkur. Á árinu 2018 seldi Norðurorka Fallorku gömlu Glerárvirkjunina og jók hlutafé Fallorku sömu upphæð. Þar með öll rafmagnsframleiðsla samstæðunnar á hendi Fallorku. Að fráveitu Akureyrar. Bygging hreinsistöðvar í fullum gangi og áætlað að hún fari í rekstur í júní á næsta ári. Áætlað kostnaður tæpur 1 milljarður króna. Liðin ár hefur rekstur fráveitunar verið felldur að rekstri Norðurorku, svo sem hvað varðar viðhaldskerfi, stýringar og öryggismál,
en rekstur fráveitunar hefur fallið vel að rekstri Norðurorku. Bygging hreinsistöðvarinnar gengur samkvæmt áætlun og gert ráð fyrir að á næstu dögum verði útrásarrörið lagt í sjó, en það bíður tilbúið með sökkum í fjörunni á Gáseyri. Ræðir vandasamt verk sem að krefst skipulagningar. Von okkar er að með tilkomi hreinsistöðvarinnar verði allar fjörur í nágrenninu hreinar og að ekki mælist saurkóli gerlar í fjöruborðinu. Í fjöldamörg ár höfum við mælt gerla í sjó, það er í fjöruborðinu, og eru mælingarnar birtar á heimasíðu félagsins. Í lok árs 2018 tók Norðurorka í notkun nýtt útlegu hús, svo kallaðan orkugarð á Rangárvöllum. Í húsinu eru fyrirtæki sem með einu eða öðrum tengjast starfsemi félagsins. Áfram verður unnið í endurgerð fasteigna svo sem er áætlað að byggja upp nýtt mötuneyti, endurgera aðstöðu starfsfólks, sem og að breyta fyrirkomulagi á þann veg að allt starfsfólk Norðurorku gangi til og frá vinnu að austanverðu og þar með næst aðskilnaður á athafnasvæðum, svo sem bílastæðum starfsfólks og starfsaðstöðu fyrirtækisins. Fjárfestingaáætlanir Norðurorku eru gerðar til 4 ára í senn að viðbættum verkefnum framtíðarinnar sem eru ótímasett. Á árinu 2020 er áætlað að í hitaveituna fari rúmar 817 milljónir, í vatnsveituna rétt tæpar 72, rafveituna er áætlað 113 milljónir, fráveituna 236,5 og fasteignir og annað búnaður 75 milljónir. Samtals er þetta rétt tæpur 1,5 milljarður. Langstærsti einstaka liðurinn er Hjalteyraverkefni sem rakið var hér að framan og bygging hreinsistöðvar er einnig stór liður sem og endurnýjun fasteigna á Rangárvöllum. Ekki hafa verið miklar breytingar á starfsmannahóp Norðurorku. Starfsfólk telur rúmlega 70 einstaklinga, meðalaldurinn er 52 ár og meðal starfsaldur er 10 ár. Annað hvert ár lætur fyrirtæki framkvæma vinnustæðagreiningu og niðurstöður síðustu greiningar voru þær að starfsánægja og hollusta starfsfólks er mikil. Áskoranir liggja í að auka helgun starfsfólks, bættu samstarfi á milli mismunandi eininga fyrirtækisins, bættum starfsmannasamtölum og aukinu umræðu frammistöðu. Við þessum niðurstöðum hefur verið brugðist og undangengi ár hefur farið fram markviss vinna með það að meginmarkmiði að auka stuðning gegnum allt fyrirtækið, efla millistjórnendur og auka vægi þeirra í stjórnsýslunni. Næsta vinnustæðagreining fer fram núna í desember og niðurstöður hennar munu liggja fyrir fljótt á nýju ári. Þær verða notaðar sem áttaviti til að setja stefnuna lengra inn í framtíðina. Norðurorka þarf samkvæmt lögum ekki að hafa innleitt jafnlaunavottun fyrr en í árslok 2022. En engu að síður er unnið að innleiðingunni og stefnt er að því að ljúka henni í síðasta lagi 2021. Markvisst er unnið að því að hækka þroskastig jafnréttis hjá Norðurorku. Í nýlegri skýrslu stöðu kvenna innan íslenska orkugeirans kemur fram að Norðurorka er nú í 3. sæti úrtaksins og fór upp 3 sæti frá fyrri skýrslu. Fyrirtækið er í 1. sæti ef litið er úrtakið á samstæðugrunni. 60% stjórnarmanna eru konur, stjórnarformaðurinn er kona, forstjórinn er karlmaður, en konur eru 67% annara framkvæmdastjóra félagsins. Mörg störf innan félagsins eru afar kynbundin sem dæmi eru einungis 2 konur starfandi á framkvæmdasviði félagsins og einungis 1 karlmaður í þjónustuveri. Markmið stjórnenda er aukið kynjajafnvægi á öllum sviðum fyrirtækisins. Öryggismál hafa verið ofarlega á baugi í samræmi við stefnumótun félagsins frá árinu 2012, þar sem félagið lítur á þau mál sem grundvallaratriði í starfi sínu. Félagið og starfsfólk þess hafa náð gríðarlegum árangri í öryggismálum á liðnum árum. Áfram verður haldið á sömu braut og er framundan vinna með verktökum félagsins, en Norðurorka er smátt og smátt að auka kröfu sínar til öryggismála hjá verktökum í þjónustu þess. Varðandi umhverfismálin þá má segja að komin sé inn nýr málaflokkur sem fyrirtækið hefur tekið föstum höndum liðin ár. Norðurorka leggur mikla áherslu á umhverfismál en í umhverfisstefnu fyrirtækisins kemur meðal annars fram að fyrirtæki muni leita leiða til að minnka kolefnisspor sitt.
Á árinu 2015 skrifaði Norðurorka undir loftslagsyfirlýsingu Festu ásamt 103 öðrum íslenskum fyrirtækjum. Fyrirtækið hefur síðan tekið saman og fylgst með kolefnisspori sínu. Auk þess að hafa aðild að fyrirtæki Samorku skuldbundið sig til að draga úr losun gróðurhúslofttegunda og náð kolefnishlutlausum rekstri árið 2040. Á ársfundi Samorku 2018 var yfirlýsing þess efnis afhent ferðamála, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra og umhverfis- og auðlindaráðherra. Frá því að metanstöðin var tekin í notkun í september 2014 hefur framleiðsla og sala á metani aukist að meðaltali 40% milli ára. Norðurorka hefur í gegnum árin gróðursett 54 hektar af skógi sem bindur koltvísýring. Saman gera þessi tvö atriði það að verkum að starfsemi Norðurorku bindur mun meiri koltvísýring en fyrirtæki losar. Þrátt fyrir þetta góða kolefnisspor fyrirtækisins leggur Norðurorka áherslu á að fela ekki útblásturinn á bakvið þá miklu bindingu sem fyrirtæki stendur fyrir. Starfsfólk Norðurorku flokkar affall og síðustu 3 árum hefur verið óflokkaður úrgangur vegna starfsemi Norðurorku farið úr því að vera 38% úrgangs niður í 15% árið 2018. Bílar Norðurorku eru 35 talsins, en þar af eru 15 sem annarkvort eru knúnir af metan eða rafmagni sem gerir 43% bílaflotans vistvænan. Árið 2017 bauð Norðurorka starfsfólki sínu styrk til kaup á rafmagnshjólum til einkanota og þáðu 27 starfsmenn styrkin. Norðurorka greiðir starfsfólki sínu samgöngustyrk samkvæmt skattmati ríkisskattstjóra hverju sinni og á árinu 2018 skráði starfsfólk Norðurorku 4.599 daga sem það ferðaðist með vistvænum hætti til og frá vinnu, sem 30% allra ferða starfsfólks til og frá vinnu. Það gaman að segja frá því að starfsfólk Norðurorku tók síðan þátt í keppninni Hjóla í vinnuna árið 2019 og lenti í fyrsta sæti af 15 á Akureyri í hlutfalli ferðafjölda til og frá vinnu. Árið 2018 hófst endurnýjun á aðkomu og bílastæðin við höfuðstöðvar Norðurorku á Rangárvöllum. Á bílastæðinu verða 33 einfasa tenglar fyrir rafbíla og 4 rafhleðslustöðvar. Þannig verður hægt að hlaða 41 bíl á stæðinu. Auk framangreindra rafhleðslustöðva og tengla á Norðurorku eina hleðslustöð við Ráðhús Akureyrar. Í framhaldinu verður reist reiðhjólaskýli fyrir starfsfólk og viðskiptavini þar sem gert ráð fyrir 35 hjólum með möguleika á rafhleðslu. Auk ofangreinds á Norðurorka 25% hlut í Orka ehf. Sem var stofnað árið 2007. Félagið hefur framleitt lífdísel fyrir árinu 2010 matarolíu sem fellur til á heimilum og fyrirtækjum Akureyri. Í samvinnu Norðurorku, Orkuseturs, Gámaþjónustu Norðurlands og Orkeyjar var farið í markvissa söfnun á notaðri matarolíu frá heimilum með grænu trektinni, auk þess sem farið var í frekari söfnun á steikingarolíu frá veitingahúsum og mötunetum. Þetta átak skilaði sér í aukningu á matarolíu til lífdíselgerðar hjá Orkey. Það má segja að hagsmunir fráveitunar og Orkeyjar fari mjög saman í söfnun matarolíu á Akureyri, en búast má við að ef ekki væri söfnun, færi olían í fráveitukerfið. Frá árinu 2015 hefur Norðurorka rekið félagið Vistorku. Félagið er verkefnastofa og var stofnað til að vinna að hugmyndum sem stuðlað kolefnisjöfnun samfélagsins. Frá stofnun félagsins hefur það tekið þátt í fjölmörgum ráðstefnum bæði innanlands og erlendis, haldið kynningar fyrir fyrirtæki, stofnanir og félagasamtök, þar sem meðal annars er lögð áhersla á fræðslu umhverfisvænan lífstíl, meðal annars orkuskipti í samgöngum, flokkun á úrgangi og minni sóun. Félagið hefur unnið að ýmsum verkefnum sem stuðlað minnkun kolefnisspor Íslands og þá oftar en ekki í samstarfi við aðra aðila. Frá árinu 2016 hefur Vistorka í samstarfi við Akureyrarbæ unnið að því að metanstrætisvagnar verði hluti af vagnaflotanum og í dag eru 3 strætisvagnar sem ganga aðeins á metani og 4 minni vagnar í þjónustu fyrir fatlaða sem geta gengið á metani og bensíni. Þá tók Norðurorka þátt í stofnun og rekstri EIMS sem er samstarfsverkefni Landsvirkjunar, Eyþings, Norðurorku og Orkuveitu Húsavíkur bætta nýtingu orkuauðlinda og aukna nýsköpun í orkumálum á Norðurlandi eystra. Starf EIMS er margt
óáþreifanlegt og lítur frekast að því að sækja tækifæri, auka þekkingu, umtal og möguleika aðila á að nýta enn frekar hliðarafurðir orkuauðlinda á svæðinu til verðmætasköpunar. Á árinu 2019 lauk formlega uppsettum verkefnatíma og ekki búið að taka ákvarðanir framhald verkefnisins. Vænt að starfsemi IMS verði framhaldið í einhverju formi á vegum nýs atvinnuþróunarfélags Eyþings. Og aðeins svona rétt í lokin á dótturfyrirtækjum, hlutdeildar og samstarfsfyrirtækjum Norðurorku. Þá Fallorka EHF í 100% eigu Norðurorku sem sölu- og framleiðslu fyrirtæki raforku. Fyrirtækið hefur nýlokið við það stóru verkefni að byggja 3,3 megavatta virkjun í Glerá eins og flestum kunnugt. Tengir HF ljósleiðara fyrirtæki sem Norðurorka HF á tæplega 40% í og hefur vaxið mikið undanfarin ár. Rekstur þess gengur almennt vel en mikil eftirspurn, örvöxtur og uppbyggingarstarf valdur að áframhaldandi vaxtarverkjum. Tekjur Tengis hafa vaxið mikið liðin ár en það má segja að allt veltufé fyrirtækisins auk viðbjótar fjármögnunar fari í uppbyggingu ár hvert. Hrafnabjargavirkjun EHF að 48,75% hlut í eigu Norðurorku. 48,7% hlut í eigu Orkuveitu Húsavíkur og 2,5% í eigu Atvinnueflingar Þingeyjarsýslu. Félagið var í samstarfsverkefni við Landsvirkjun rannsóknir á efra vatnasvæði Skjálfandafljóts sem nú lokið. Í rammaáætlun 3 voru allir valkostir Hrafnabjargavirkjunar settir í verndarflokk. Rammaáætlun 3 hefur ekki farið gegnum Alþingi en vænt að svo verði á núkomandi vetri. Norag EHF í þriðjungseigu Norðurorku. Fyrirtækið á og rekur spennuvirki fyrir TTK áður Becromal. Flest gengur rekstur þess vel og hefur fyrirtækið greitt eigendum sínum arðgreiðslur liðin ár. Íslensk Orka EHF að 35% hlut í eigu Norðurorku en félagið á heitar vinnsluholur í Öxarfirði. Upphaflega var þess vænst að svæðið væri háhitasvæði og gæti sem slíkt nýst til raforku framleiðslu. Þrátt fyrir að vera heitt lághitasvæði framkomnir aðilar sem óskað hafa eftir að nýta jarðhitann til framleiðslu á smáum skala til rafmagnsframleiðslu. Samningar slíkt eru í farvatninu. Orka EHF var fjallað undir umhverfismálum en hér ber þó að bæta við að Norðurorka vinnur nú að yfirtökum félagsins og koma á samfélagslegu formi. Reksturinn hefur vægast sagt gengið brusulega undanfarin ár og hefur Norðurorka flest dregið vagninn. Við viljum ekki gefast upp en teljum orðið sýnt að ekki viðskiptamódel að ræða. Reksturinn verður að vera einhvers konar samfélagslegt verkefni í umhverfismálum, meðal annars til að tryggja að steikingarolía og sambærilegur úrgangur skili sér til endurvinnslu en ekki í fráveitukerfið. Vaðlabyggð EHF fyrirtæki verkefni Svörtuloft, það baðstað fyrir munna Vaðlaheiðarganga. Norðurorka á 30% hlut og snýst verkefni að draga upp myndamöguleikunum og fá á borðinu fjárfesta sem að vilja og geta dregið vagnin í að koma verkefninu til framkvæmda. Verkefni þolinmæðisverk en segja má fjárfestar sem tilbúnir í svona verkefni séu ekki á hverju strái í augnablikinu. En eins og þið heyri þá eru verkefni Norðurorku ansi mörg og ærin og hlakka ég til umræða hérna á eftir, sér í lagi sem ykkur punktar sem ég get þá nýtt í stefnumótun fyrirtækisins. Takk hérlega fyrir. Þá er bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksen lokið málsins. Næst tekur máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil byrja að þakka formanni stjórnar Norðurorku fyrir ítarlega yfirferð. Ég var nú þess heiðursaðnjótandi að fá að vera þarna í stjórn í 2 ár og ég get nú tekið undir allt sem að þarna kemur fram. Þetta öflugt og standugt fyrirtæki sem gengur vel mannað og vel stjórnað. En það eitt sem ég hef nokkrar áhyggjur af og hef svo sem viðrað aðeins að ég held að þurfum að fara varlega í það að bæta of mörgum viðbótarverkefnum við Norðurorku. Nú Norðurorka að reka fasteignafélag upp á Rangárvöllum. Vistorka með einum öðrum hætti þann undir.
og svo náttúrulega vaðalaböðin sem slík og það náttúrulega kemur kannski til að því að Norðurorka kostaði að megninu til lagningu á leiðslu út úr göngunum, þessu heita vatni sem þar ákveðin fjársjóður í. Og ég svona hef nefnt það í bæjarráði og hérna í ræðustól líka í bæjarstjórn. Ég myndi kannski vilja sjá bara Vistorku sem sérfélag sem að sæi þá þessi hliðarverkefni mörg hver sem snúa að umhverfismálum eða nýtingu á metani, nýtingu og vinnslu á úrgangsolíu og svona almennum orkugjöfum og hefum bara til að það sé alveg þess virði að skoða þessar hugmyndir lífmassaver bara sem sér fyrirtæki í tengslum við þá moltu sem dæmi eins og við höfum rætt. Ég held við ættum ekki vera að blanda Norðurorku kannski beint inn í þessu máli. Ég held að það sé kannski ekkert endilega hið besta í málinu þó að Norðurorka hafi breiðar axlir og geti borið mikið þunga. Þá held ég að þetta sé eitthvað sem við ættum að skoða. Og svo hann að vaðalaböðin. Mér finnst það væri ná ástæða til að setja svona aðeins meiri kraft í það þó að sumir séu mér ekki sammála um það sem ég hef nú rætt þetta við. En ég ekkert endilega viss að Norðurorka eigi að vera þar í fararbroddi en Norðurorka ávísi fyrirtæki og það bara gott mál. En ég held við þurfum að fá ákveðna fjárfesta bara með okkur í þetta. Það voru komnir hönnuðir að þessu verki sem voru bara á stórkostlegum villigötum og samstarfið þá var hætt. Og ég held að sé bara mikilvægt að fara að koma því verki í einhvern farveg aftur. Allavega kemur ekki beint fram í ræðu formanns hvort að þetta verkefni sé í einhverju farvegi. En það er kannski bara gott að vita það vegna þess að maður veit ekki alltaf hvað að gerast þarna frá. En ég held að sé mjög mikilvægt að halda því gangandi. Því að okkur vantar einhverja svona staði til að trekkja ferðamenn til eða þegar fólk kemur að geti farið á einhverja staði. Ég tel að þetta sé verkefni sem verði einstakt þó að sé búið að setja upp alls konar náttúrulaugar út allt. Þá þetta mínu viti eina náttúrulaugin sem verður svona beintengd sjó ef hugmyndir höfundarins að Svörtuloftum ganga eftir. Þannig mér finnst þetta verkefni sem væri spennandi að sjá. Takk. Það bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið máli sínu. Næst til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil þakka formanni stjórnar Norðurorku fyrir þetta yfirlit. Ég fagnaði líka að við séum að horfa á stefnuræðu bæði hjá Norðurorku og höfninni hérna í dag. Ég held að það sé mikilvægt fyrir okkur sem kjörna fulltrúa að vera vel upplýst og eiga samtöl þessi fyrirtæki. Mér langaði líka að koma hérna upp og hrósa starfsfólki Norðurorku. Ég þeirra gæfa aðnjótandi að vera varamaður í stjórn Norðurorku og það einstakt andrúmsloft og kraftur sem maður upplifir við að heimsækja Norðurorku og síðan hvað, af því að ég hef nú oft verið að ræða við fólk viðsvegar landið og það svo mörg verkefni tengd Norðurorku sem ég verð oft svo stolt af að sé hjá okkar bæ og af því að ég þeirra skoðunar að maður eigi að segja það upphátt þegar manni finnst eitthvað velgert að þá vil ég bara nýta tækifærið og hrósa. Varðandi EIM að því að það tengist nú félagi sem að ég formaður í að þá mikil stemming fyrir því hjá sveitarfélögum innan Eyþings og síðan þá nýja félaginu sem að fara að fæðast áramótin að skoða með hvaða hætti samtök sveitarfélaga og atvinnuþróunar geta lagt því verkefni lið og haldið því áfram og spurning hvar hlutirnir eiga að vera hýstir og hvernig á að keyra það áfram en það allavega viljið þar. Þannig að ég spennt fyrir því og svo fjölmörgum verkefnum sérstaklega í umhverfismálunum og hýsing og vistorku og orkugarðinum sem nú risinn. Ég held að þetta samstarf hafi verið ákaflega gjöfult fyrir okkur öll og til mikillar fyrirmyndar. Þannig að ég vil bara nýta tækifærið og fá að segja frá því og svo ég mjög glöð að
vita að fráveitukerfið okkar að fara að komast í notkun á næsta ári. Ég man eftir því að hafa sjálf sem sjónvarpskona farið út á bát og siglt í gegnum fráveitukerfið með tilheyrandi ógleymanlegri upplifun að ég held að jafnvel þó að þarna sé ekki að ræða arðsama fjárfestingu að þá finnst mér það virkilega ánægilegt skref og miklu kannski stærra heldur en að maður átt að sjá. Þetta náttúrulega bæði risastór fjárfesting og til fyrirmyndar í innviðum okkar og löngu tímabærar. Þannig að ég gæti talið upp ýmislegt sem ég er ánægð með, en það er svona sérstaklega sem ég langaði að nefna að það virkar á mig sem mikil fagmennska, mannauðurinn, að hvernig hugsað hann og hvernig andrúmslofti virkar, fagmennskan og umhverfismálin. Mér finnst þetta einstaklega vel heppnað að minnsta kosti það sem ég fengi að kynnast hingað til. Bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir loki máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég er með eina spurningu, ég ætla nú bara að byrja því að þakka góða og ítarlega yfirferð og sérstaklega ánægilegt að hlusta á kaflann umhverfismálin af því að þarna er greinilega verið að gera mjög góða hluti sem eru algjörlega til fyrirmyndar og kannski leiðinni vil ég hvetja meirihlutann til að taka til fyrirmyndar samgöngusamninga sem þarna hafa verið gerðir við starfsfólk sem að þó á erfiðar örugglega með að nýta sér umhverfisvænar samgöngur heldur en margt annað starfsfólk af því að gengur ekki einu sinni strætó og þarna uppbyttur. Þetta er mjög brött brekka. Ég hef sjálf hjólað þarna mínu rafhjóli og tapað fullt af batteríinu mínu en allavega þannig að þetta er virkilega vel gert og sýnir að starfsfólk er virkilega tilbúið til þess að leggja sitt af mörkum hljóti það eitthvað á móti. En mér langar að spyrja sölu vottorða græna orku. Af því að það hefur, ég veit að það var þannig að það var verið að selja slík vottorð þar sem að fyrirtæki innan Evrópusambandsins gátu keypt einhvers konar vottorð það að viðkomandi fyrirtæki væri með græna orku og skipti það ekki máli þótt hún væri hvort hún væri framleidd þar eða ekki. Það var að segja litið á Evrópumarkaðinn sem einn sameiginlegan markað. Þannig að ef að Norðurorka seldi einhver vottorð hreina orku til Evrópu þá kom tilbaka sem þurfti Norðurorka að taka á sig það að vera þá að selja óhreina orku en á sama tíma þá er mikilvægur þáttur í markaðsstarfsemi flestra íslenskra fyrirtækja sem eru að framleiða eitthvað að hér sé allt framleitt með hreina orku. Þannig raun og veru var þarna sama hreina orkan seld tvisvar og þótti mörgum ósiðlegt og þar á meðal mér og nú langar mér bara að heyra hvort það hefur orðið einhver stefnubreyting á þessu en annað var það nú ekki og ég þakka bara fyrir þetta. Bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir loki máli sínu. Orðið er laust. Þá ætla ég að biðja varaforseta að taka við stjórnum og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla nú bara að koma stuttlega upp og þakka fyrir yfirferð formanns þessa starfsemi Norðurorku. Ég var eins og Gunnar, fekk að ég verið í stjórn Norðurorku fyrir nokkrum árum og fylgdist þá með starfseminni dálítið nánar heldur en ég geri akkúrat í dag. Og við fórum í gegnum stefnumótun og þar var nú bara skýrt tekið á því að fyrirtæki væri ekki að vasast í hverju sem heldur einhverju sem tengdist eða hefði einhver samlegðaráhrif með þeirra starfsemi. Og ég held að það verður svo sem ekkert breyst. Þannig að ég ætla nú bara líka að taka undir með bæjarfulltrúa Hildi Jönu hvað svona starfsemin er fagleg og við erum með gott starfsfólk þarna og við erum með mörg verkefni sem við erum ákaflega stolt af og getum með svona flaggað og tillitugum að mjög gaman að ég upplýsa aðra starfsemi Norðurorka, hvort sem það eru umhverfismál eða annað. En ég er pínu ósammála
bæjarfulltrúa Gunnari Gíslasyni að þú veist að við ættum endilega varast að láta á Norðurorku fá verkefni ef þau tengjast og ef við getum fundið einhverja samleið með þeim verkefnum, þá held ég að það sem algjörlega treystandi fyrir þeim. En ég segi svo aðri, ég vil bara óska ykkur til hamingju með allt þessa flottu hluti og góðu hluti sem að gerast í fyrirtækinu og bara gangi ykkur vel í framtíðinni. Pínu svona áhuga á því að vita meira Svörtuloft, hvað sé að gerast þar eða hvort þetta sé verkefni sem fyrirtæki að losa sig við að einhverju leyti, af því það kannski svona gæti verið ef það eru einhver aðrir að koma að því. Og já, annað var það ekki. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir hefur lokið máli sínu og færi aftur stjórn fundarins. Takk fyrir það, orðið laust. Þá tekur til máls bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf Ísaksen. Þetta löng leið. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar, bara takk fyrir skemmtilegar umræður. Mér langar svona bara að koma því hérna að því upphaf míns máls að Norðurorka fyrst og fremst veitufyrirtæki. Vistorka var stofnuð á síðasta kjörtímabili og verkefni sem við erum bara virkilega stolt af og nær að halda utan öll þessi grænu verkefni sem við erum í rauninni að vasast í þessa mánuðin og þessi árin og erum bara stolt af og munum halda alveg áfram. Og þannig að þau verkefni sem að tengjast Norðurorku beint bara mjög mikilvægt að skoða og ég alveg sammála því þó svo að ég geti tekið undir orð bæjarfulltrúa Gunnars Gíslasonar líka það að við þurfum aðeins að varast að setja ekki allt þarna inn og ég held að það sé ekki gert. Sér í lagi eru stóru verkefnin okkar núna Hjalteyrarlögnin og fráveitan og við erum að klára það og við horfum til ársins 2023 þegar komið jafnvægi aftur á reksturinn. Varðandi Vaðlaböðin, það hefur aðeins verið spurt það hérna núna og þá Norðurorka bara hefur mjög mikinn áhuga á þessu verkefni. Það hafa átt sér stað óformlegar viðræður verkefnið og það bara svona rétt að í rauninni á algjöru frumstigi. Norðurorka ekki í bílstjórasætinu í þessu máli en hefur svo sem eins og ég sagði áðan mjög mikinn áhuga á að koma þessu verkefni af stað og erum við bara svona að þreifa okkur áfram. Varðandi orð bæjarfulltrúa hérna starfsfólk Norðurorku þá get ég bara tekið heils hugar undir það. Við erum bara virkilega heppin með starfsfólk og það valinn maður í hverju sæti þarna má segja og í rauninni sést það bara á starfsemi Norðurorku hversu vel starfsfólki heldur utan starfsemina. Varðandi EIM þá gaman að segja frá því að einn starfsmaður Norðurorku komið núna í 3 mánaða leyfi hjá okkur til þess að sinna þessu verkefni og núna framkvæmdastjóri EIMS þessi 3 mánuðina og það mikilvægt í rauninni líka bara til þess að við áttum okkur á framhaldinu með það verkefni að fara í stefnumótun og í rauninni varða leiðina varðandi verkefnið. Varðandi orð bæjarfulltrúa Sóleyjarkar, varðandi samgöngustyrkin þá þetta tekist vel og mælst vel fyrir hjá starfsfólki í Norðurorku og eins og ég sagði áðan voru 27 starfsmenn sem nýttu sér þetta. Norðurorka brá líka á það að fara í framkvæmdir varðandi göngustíg þarna, hann brattur en hann mikið notaður og mjög vinsæll meðal bæjarbúa og starfsfólks Norðurorku. Varðandi dreifingu rafmagns eða í rauninni sölun á rafmagni eins og bæjarfulltrúi Sóley var að spyrja út í, þá kemur Norðurorka ekkert nálægt því. Við sjáum dreifingu rafmagns og talandi að búa að mannauði þá höfum við starfsmann Fallorku hérna hjá okkur í bæjarstjórninni sem geti kannski farið nánar út í þetta og svara fyrir þetta fyrir hönd Fallorku. En þá nú kannski ekki meira sem kom fram hérna í máli bæjarfulltrúa og vil ég bara þakka kærlega fyrir. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksen lokið máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Andri Teitsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, eins og var nefnt, þá mitt daglega starf hjá Fallorku, dótturfélagi Norðurorku og Fallorka annast framleiðslu og sölu á raforku og það sá þáttur sem kemur til álita að selja frá grænskírteini, eins og Sóley nefndi og það var mikil umræða þetta hérna á landinu fyrir nokkrum árum og þá voru
mörg af stóru raforkufyrirtækjunum að selja þessi grænu skírteini úr landi og þá gerist þetta sem að Sóley nefnir, að kemur upp þessi tvískinnungur að við erum að votta einhverja raforkusölu út í Evrópu sem við komum hvergi nálægt og í staðinn þurftum við þá að tilgreina á okkar upprunavottorðum hérna innanlands að kjarnorka og kol væri hluti af okkar orkuöflun sem að var eiginlega bara fáránleiki. En núna er staðan svo hjá Fallorku að Fallorka hefur aldrei selt svona skírteini og þar með ekki Norðurorku samstæðan og við núna undanfarin ár erum komin með vottun á okkar eigin virkjanir að það sé græn orka og höfum auk þess verið að kaupa græna vottaða orku frá Landsvirkjun. Þannig að núna líklega síðustu 3 ár held ég megi segja þá hefur Fallorka getað staðfest við sína viðskiptavini að uppruni orkunar sé hreinn. Takk. Bæjarfulltrúi Andri Teitsson, loki málsins. Næst til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla ekki að lengja þessu umræðu, ég ætla bara að ítreka það sem ég sagði áðan. Það sem ég er að tala er að það er ekki að taka allt undan Norðurorku, ég er að tala valin verkefni. Ég tel og er harður á því að Vistorka eigi að vera í sérfélagi hvort sem Norðurorka á í því félagi eður ei. Og ég fer ekki ofan af því. Og ég held að það verði þá miklu frekar til þess að efla það félag og það fyrirtæki, styrkja og það muni þá verða mun markvissari skref sem verða tekin. Hins vegar á að taka moltu þá inn í Vistorku og gera það einu félagi. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason, loki máli sínu. Orðið er laust. Og sem fleiri hafa ekki hvað sér hljós, þá látum við þessari umræðu lokið. Og þá er komið að næsta lið á dagskrá, Hafnasamlag Norðurlands. Og til máls tekur formaður stjórnar Þorsteinn Hlynur Jónsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Skýrsla sem hér verður flutt í 2 hlutum. Fyrri hlutin í sögulegt yfirlit og þróun Hafnasamlagsins Norðurlands frá stofnun, en síðari hlutin framtíðarstefna samlagsins. Þróun Hafnasamlags Norðurlands, byggðasamlags, það var stofnað 28. desember 1996 og tilgangur samlagsins að eiga og reka allar eignir hafnanna á Akureyri, Grýtubakkahreppi, Svalbarðsstrandarhreppi og Hörgársveit, svo og önnur hafnarmannvirki innan lögsagnarumdæma sveitarfélaganna. Starfsemi Hafnasamlags Norðurlands gilda lög nr. 61/2003, hafnalög, reglugerð hafnamál nr. 236/2004 og hafnareglugerð fyrir Hafnasamlag Norðurlands nr. 287/2005. Í ársbyrjun 2007 yfirtók samlagið hlut af eignum og skuldum Hafnasamlags Eyjafjarðar í kjölfar sameiningar Akureyrarbæjar og Hríseyjarhrepps. Í apríl 2009 sameinuðust Akureyrarbær og Grímseyjarhreppur og í kjölfarið tók samlagið við rekstri hafnarinnar í Grímsey. Nú rekur samlagið 6 hafnir, það að segja Akureyrarhöfn, langstærsta höfnin, Grenivíkurhöfn, Grímseyjarhöfn, Hjalteyrarhöfn, Hríseyjarhöfn og Svalbarðseyjarhöfn. Strax á öðru starfsári var starfsemi samlagsins flutt úr leiguhúsnæði í Oddeyraskálanum í eigið húsnæði við Fiskitanga. Fyrsta starfsárið, þar að segja 1997, voru tekjur samlagsins 242 milljónir og hagnaður 33 milljónir, hvoru tveggja á verðlagi 2011. Og 9 fastráðnir starfsmenn voru þá. Á síðastliðnu ári voru heildartekjurnar 771 milljón,
hagnaður 327 milljónir og stöðugildin tæp 14. Við stofnun samlagsins ráku skipafélögin 2 Eimskip og Samskip strandflutninga með viðkomu á Akureyri. 2 skip voru í hringferðum landið og 1 skip var í beinum siglingum til Evrópu. Strax árið 2000 hættu Samskip þessari starfsemi og Eimskip dró saman sína siglingar og hætti alveg 2003. Afleiðingarnar voru þær að allur gámaflutningur Akureyjarhöfn lagðist af. Af þessu leiddi tekjutap vegna minni almennra vöruflutninga og einnig fækkaði löndunum frystiskipa. Árið 1999 voru vöruflutningar Akureyjarhöfn 200.000 tonn. Strandsiglingar hófust aftur árið 2014 og nú svo komið að Samskip siglir vikulega til Akureyrar og Eimskip aðra hvora viku. Árið 2018 voru vöruflutningar höfnina rúmlega 229.000 tonn og þar af strandsiglingar þriðjungur af því. Beinn innflutningar úr olíu til birgðastöðvarinnar í Krossanesi hófst 2002 og við það jukust heildarvöruflutningar upp í 175.000 tonn og það magn hélst næstu ár. Minnkaði 2007 en þá var búið að loka bæði bræðslunni í Krossanesi og rækjuvinnslunni í Strýtu. Magn landafla hefur einnig sveiflast mest þó í uppsjávarfiski til bræðslu, þar að segja loðnu og síld, eða frá 80.000 tonnum 2002 niður í 5.000 tonn 2006, sem á síðasta starfsár bræðslunnar í Krossanesi. Minni sveiflur í bolfiski, ísum og fristum og undanfarið ár hefur þetta verið og yfir 20.000 tonn. Tekjur samlagsins vegna landafla, aflagjöld ekki eingöngu háð magni, heldur einnig og ekki síður aflaverðmæti í íslensku krónum, þar að segja samspil verðs og erlendu mörkuðum og gengi. Við stofnun samlagsins 1997 námu aflagjöld 67 milljónir á verðlagi 2011. Árið 2018 voru aflagjöldin tæpar 60 milljónir króna. Aldamótin síðustu var farið markvisst í að kynna Akureyri sem viðkomustað fyrir skemmtiferðaskip. Hluti markaðsstarfsins var þátttaka í Cruise Iceland, sem eru samtök hagsmunafélaga, einstaklinga og sjálfstæðra atvinnurekenda sem starfa í þjónustuiðnaði við skemmtiferðaskip, en samtökin voru stofnuð 2004. Með markvissum aðgerðum hefur tekist að skapa bein tengsl við útgerðir margar skemmtiferðaskipa og jafnframt koma á samvinnu við ferðaþjónustuaðila til viðbótar því að vera á hverju ári að bæta skilyrðin og þjónustu innan hafnarinnar. Í þessu sambandi er rétt að geta byggingar þjónustu og upplýsingahús vestan Oddeyrarbryggju sem vígt var 19. maí 2010. Eftir að Grímsey var hluti af Akureyri var einnig markvisst reynt að fá skip til Grímseyjar og svo komið á milli 30 til 40 smærri leiðangursskip koma við þar á hverju ári. Einnig hefur Hrísey verið kynnt sem góður kostur og hafa nú á síðustu ár nokkur skip komið við þar. Einnig hefur byggst upp nokkuð öflug hafsæki ferðaþjónusta með tilkomu þessara skipa og má þar meðal annars nefna hvalaskoðun frá Akureyri sem stunduð hefur verið síðustu 5 ár frá Akureyri. Árangur þessara vinnu hefur ekki aðeins skilað sér í stórauknum tekjum, heldur líka í mjög svo vinsamlegum umsögnum Akureyjarhöfn og bæinn okkar þar af leiðandi, bæði frá skipstjórnendum og farþegum. Árið 1999 voru tekjur samlagsins að skemmtiferðaskipum 10 milljónir, en árið 2019 voru tekjurnar orðnar 360 milljónir eða hátt í 40% af heildartekjum samlagsins. Rekstrarafkoma. Alveg frá stofnun samlagsins hefur fjármunamyndun félagsins, þar að segja veltufé frá rekstri, verið jákvæð og hefur að stærstum hluta náð að standa undir fjárfestingu samlagsins. Langtímaskuldir samlagsins hafa lækkað jafnt og þétt og voru síðustu áramót sem hlutfall af árstekjum Hafnarsjóðs 0,57 en var hæst 3,6. Þar að segja langtímaskuldir Akureyjarhafnar voru 3,6 sinnum hærri en árstekjur Hafnarsjóðs. Framkvæmdir og fjárfestingar, fasteignir, tvær byggingar hafa verið byggðar á vegu samlagsins. Annað húsið er Hafnarhúsið við Fiskitanga
420 fermetrar á stærð og kostnar nú verið 170 milljónir. Húsið var vígt föstudaginn 13. nóvember 1998. Hitt húsið þjónustuhúsið við Oddeyrarbryggju, 155 fermetrar á stærð og kostnaðarhlutdeild samlagsins var 50 milljónir á núverið. Rekstur þjónustuhúsins leigður út. Einnig nýlokið við lítið vakthús Oddeyrarbryggju þar sem kostnaðurinn var 15 milljónir, auk þess sem samlagið festi síðastliðið sumarkaup á Laufásgötu 1 sem áður hýsti stáldeildina. Síðastliðið ár tók höfnin í notkun nýjan og mjög öflugan ASG dráttabát sem smíðað var hjá skipasmíðastöðinni Armon á Spáni. Verð bátsins var rúmlega 500 milljónir og hlutur samlagsins rétt innan við 200 milljónir. Báturinn sem ber nafnið Seifur mjög glæsilegur í alla staði og er með meðal annars 42 tonna togkraft sem gerir hana öflugasta dráttabát landsins, að minnstakosti þangað til að nýr dráttabátur Faxaflóahafnar kemur til landsins á næsta ári. Bryggjur. Smíð og bryggju má skipta í 3 áfanga. Það dýpkun, þilrekstur og þekju. Meðalverktími við hverja bryggju 3 til 4 ár. Frá stofnun samlagsins til dagsins í dag samtalslengd á nýbyggðum bryggjum á Akureyri 760 metrar, þar af 650 metrar stálþilsbryggjur. Á stjórnarfundi hafnarinnar fyrr á þessu ári var tekið svo ákvörðun að við allar nýframkvæmdir skyldi huga sérstaklega því við hönnun að gera bryggjuna þannig úr garði að auðvelt yrði að koma fyrir háspennu fyrir minni skemmtifæraskip og flutningaskip. Þó kostnaður við þessar tengingar svo gríðarlega hár að ljóst að ekki verði farið í heildarframkvæmdir nema með aðkomu stjórnvalda. Fjárfestingar í löndum og landfyllingum. Landfylling í Krossanesi sem nú hluti af Bekkrumlóðinni, landfylling í Sandgerðisbót, útisvæði fyrir báta, kerrur og vagna, landfylling norðan Flótkvíar sem geymslusvæði Akureyrarhafnar og svo Gilsbakki og Syðribakki, jörð og fasteignir, framtíðar athafnasvæði fyrir hafnsækin starfsemi í framtíðinu á Disneysi. Aðra fjárfestingar þátttaka á móti Akureyrarbæ í kostnaði við flutning á olíubirgðastöð af Oddeyrinni út í Krossanes, ca. 50 milljónir á verðlagi 2000. Þátttaka á móti Akureyrarbæ í kostnaði við uppkaup á hluta fasteigna Norðlenska af Oddeyri, 15 milljónir á verðlagi 2005. Rekstur og framkvæmdir í höfnum utan Akureyrar. Tekjur þeirra hafna sem tilheyra Akureyri, þar að segja Grímsey og Hrísey, standa undir rekstri þeirra og á það þó sérstaklega við Grímseyjarhöfn. Aðaltekjupóstur þeirra aflagjöld. Þó hafa tekjur af skemmtifæraskipum aukist hinn síðari ár. Tekjur hinna hafnanna, þar að segja Grenivíkur, Hjalteyrar og Svalbarðseyrar, óverulegar. Á Grenivík ágætt skilyrði til löndunar og þaðan gert út á grásleppu á vorin. Á Hjalteyri og Svalbarðseyri tekjurnar eingöngu leiguferðagjöld. Sameiningarmál og samvinnumál. Af og til skýtur upp kollinum þeirri hugmynd að sameina undir eina stjórn alla hafnirnar við Eyjafjörð. Það hafa farið fram könnunarviðræður í nokkur skipti við hafnasamlag Eyjafjarðar og síðar við Dalvíkurbyggð eftir að hafnasamlag Eyjafjarðar var lagt niður. Niðurstaða þeirra viðræðna sú að ekki sé tímabært að taka aðra ákvörðun í málinu en þá að halda málinu lifandi. Fyrr á þessu ári var gerður samningur milli samlagsins og hafna Norðurþings hafnsögu og dráttabátaþjónustu á Húsavík, bæði við öll flutningaskip sem og öll skemmtifæraskip sem þangað koma. Gæti verið að ræða 100 skipakomur á ári. Töluverða umsýslu að ræða fyrir hafnasamlagið og svo reynsla sem nú þegar komin á þetta verkefni góð og báðir samningsaðilar afar sáttir með niðurstöðuna. Þá stefnumótun til framtíðar og framkvæmda áætlun 2020. Stefna Hafnasamlags Norðurlands að hlúa fyrirtækjum og starfsemi sem nú þegar á hafnarsvæði Akureyrarhafnar. Þar vega þungt fyrirtæki eins og Úa, Slippurinn og Akureyri, Bústólpi, Fóðverksmiðja Laxá, Olíudreifing, Skeljungur, Eimskip og Samskip auk annarra smærri fyrirtækja. Tryggja og bæta þar einnig aðstöðu Akureyrarhöfn til móttöku á stærstu skemmtifæraskipum sem koma til Íslands.
Í framkvæmdaáætlun 2020 er gert ráð fyrir að framkvæma og fjárfesta fyrir 670 milljónir. Hlutur samlagsins er áætlaður 435 milljónir og hlutur ríkisins Vegagerðarinnar 237 milljónir, allt vegna endurnýjun Torfanesbryggju. Stefnt er að því á næsta ári að ljúka semst fyrir sumari lengingu Tangarbryggju til suðurs, áætlað kostnaður 220 milljónir. Undirbúningur einnig hafinn við endurnýjun Torfanesbryggju og verður hafist handa við þá vinnu á næsta ári. Stefnt er að því að færa bryggjuna 16 metrar utar og búa til land á mjög dýrmætum stað í bænum. Ýmsir möguleikar geta skapast á þessu svæði bæði fyrir hafnsækna starfsemi og kannski ekki síst líka fyrir bæjarbúa með nýtingu á þessu viðbótarsvæði ef vel tekst til. Áætlaður kostnaður á næsta ári er 316 milljónir. Af þeirri upphæð er áætlaður kostnaður við að fara með nýtt þil 16 metrum utar en nú er þetta þil 100 milljónir. Hugmyndir eru uppi að efna til samkeppni nýtingu og útlit á öllu Torfanessvæðinu fyrir austan Glerárgötu. Jafnframt er haldið áfram að bæta aðstöðu fyrir hafnsækna ferðaþjónustu á hafnarsvæðinu og má í því samhengi benda á nýja aðstöðu fyrir langferðabíla, bæði þá sem að þjónusta skemmtiferðaskip og eins fyrir þá aðila sem koma á kvöldlagi til Akureyrar með farþega og þurfa á aðstöðu fyrir ökutækin að halda fram að næstu ferð. Nýta á lóðina Laufásgötu 2 og 4 fyrir þessu aðstöðu. Lóðin er á milli Eimskipafélag Íslands og Norðlenska. Svæði er lokað með sláarhliði og með aðgangsstýringu þannig að auðvelt yrði að innheimta gjald fyrir alla notkun. Vonumst við til þess að þessi aðstæða verði klár fyrir næsta sumar. Áætlaður kostnaður 50 milljónir. Áætlaður kostnaður vegna endurnýjun á flotbryggjum og í önnur minni verkefni er 98 milljónir. Allar tölur framkvæmdaáætlun eru án virðisaukaskatts. Verðskrá samlagsins mun hækka 2,5% næsta áramót og er þar horft til svokölluðu lífskjarasamninga aðila á vinnumarkaði. Áherslan á aukna þjónustu við skemmtiferðaskip er ekki ástæðulausu eins og fram kemur í tekjuþróun samlagsins. Til að viðhalda og efla þann árangur sem náðst hefur þarf höfnin að vera í stöðugri þróun með endurbótum á bryggjum og öðrum þjónustumannvirkjum og búa við skipulag sem tekur tillit til starfseminnar. Til nánustu framtíðar er gert ráð fyrir þjónustuhöfn í Eyjafirði og það á Dysnesi. Stjórn samlagsins hefur lagt mikla áherslu á að atvinnu og iðnaðarlóðin á Dysnesi verði ekki skert með skipulagsbreytingum enda ekki margir staðir á landinu sem geta boðið upp á jafngóða möguleika varðandi hafnsækna starfsemi. Vinnu við deiliskipulag og aðalskipulag á svæðinu er lokið. Þar sem gert er ráð fyrir hafnarbakka með 12 til 18 metra dýpi og alltaf 5 hektara landfyllingu. Umhverfismál snerta okkar starfsemi mikið. Stjórn samþykkti við gerð síðustu fjárhagsáætlunar að hækka framlag samlagsins til umhverfismála og til að taka þátt í umhverfisverkefnum á vegum sveitarfélaganna sem að samlaginu standa. Samlagi hefur á síðustu 3 árum verið að leggja til meiri fjármuni til umhverfismála og meðal annars staðið að gróðursetningu 20.000 trjáa og fegrað og hreinsað til á athafnasvæði samlagsins. Til umhverfismála á næsta ári er áætlað að verja 15 milljónum, 11,5 milljón króna til umhverfisverkefnum með sveitarfélagunum og til beinna umhverfisverkefna samlagsins 3,5 milljón. Rétt er að geta þess einnig að varaformaður stjórnar situr í samstarfshópum verndaráætlun fyrir Hverarstrýturinn í Eyjafirði. Mjög mikilvægt er að koma á bættum umgengnisreglum á svæðinu og er nú unnið að nýrri verndaráætlun fyrir svæðið. Þær voru friðlýst á 2001 og 2007. Loftslagsmál snerta starfsemi samlagsins mikið, einnig rafvæðing hafna er eitt af þessu verkefnum og samþykkti stjórn í haust að leggja til viðbóta framkvæmdafé við lengingu Tangarbryggju. Komið verður fyrir íþróttalögnum og reikna með að mögulega verði á síðari stigum að koma fyrir háspennutengingum fyrir smærri skemmtiferðaskip og flutningaskip. Áætlun gerir ráð fyrir að kostnaður við að koma fyrir aukalagnaleiðum séu 35 milljónir með vaski. Jafnframt telur stjórn, eins og áður hefur komið fram, að ekki sé gerlegt að ráðast í heildaruppbyggingu að rafvæðingu og hafna nema stjórnvöld komi að verkinu með einhverjum hætti. Að lokum er rétt að minna á að áramótin taka gildi ný lög leyfilegt brennisteinsinnihald innan landhelgi í skipaeldsneyti. Leyfilegt brennisteinsinnihald verður þá lækkað úr 3,5% niður í 0,1%.
Mjög mikilvægt skref fyrir okkur öll til bættra loftgæða. Eins og þið heyri að mörg að taka í rekstri samlagsins en ég ætla að láta hér staðar numið. Ég vil að lokum nota þetta tækifæri til að þakka öllu starfsfólki samlagsins fyrir vel unnin störf og sömuleiðis þeim sem hafa starfað með mér í hafnarstjórninni bestu þakkir fyrir gott samstarf og ég býð nýjan stjórnarmann velkominn, Þórar Jónsson. Takk fyrir mig. Já, þá hefur formaður stjórnar Þorsteinn Hlynur Jónsson lokið máli sínu. Orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Andri Teitsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil þakka formanninu fyrir mjög gott yfirlit og hrósa honum og starfsfólki Hafnasamlagsins. Við heyrum að það mjög mikill þróttur í þessari starfsemi og fjárfestingar, hvert sem litið uppbygging og ég fagnaði sérstaklega að það sé verið að taka tillit til möguleika á rafvæðingu að minnsta kosti smærri skipa. Þó að eins og kom fram að það þurfi aðkomu ríkisins með einhvers konar stuðning við að koma á slíkum innviðum því að þetta mjög hár stofnkostnaður. En það greinilegt að við erum í gegnum Hafnasamlagið að skapa mjög góða aðstöðu fyrir þessa hafnsæknu starfsemi hérna í sveitarfélaginu, hvort sem að við lítum á Akureyri eða Hrísey eða Grímsey og mjög ánægjulegt að geta bakkað upp hvort heldur ferðamennska, sjávarútvegur, flutningar, hvað það Og svo vil ég sérstaklega nefna varðandi Disnes, ég tek undir það sem kom fram að til framtíðar þá það mjög áhugavert svæði með mikið landrými og hægt að skapa mjög góð aðstöðu fyrir stærri skip og kannski sennilega verður það framtíðin að þar verði byggt upp og kannski svona stærsta eða grófasta starfsemin hvað á að kalla það, flytjist þangað. Takk fyrir. Og bæjarfulltrúi Andri Teitsson lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil eins og bæjarfulltrúi Andri þakka formanni Hafnarstjórnar fyrir gott innlegg og skýrt. En mér langaði kannski aðalega til þess að forvitnast nokkra þætti. Í fyrsta lagi til formlegur samningur það milli sveitarfélagana hvernig eignarhluturinn í samlaginu Það segja hversu stór hlutur Akureyrarbæjar og þar fram til götu. Í öðru lagi, hvert fara þessi grænu fjármuni sem talað hérna eins og 15 milljónar, þar sé 11,5 milljónin og svo aftur 3,5 sem ætlaðar til umhverfisverkefna eða hafa verið að fara. Og mér langar til að leggja það til hérna, þar sem að það búið að skipuleggja græna trefil. Það sem eftir á hana, hérna norðan Glerár, það sem búið að tegundagreina svæði og stilla upp og skipuleggja og liggur fyrir núna bara flott skipulag. Hvort það væri ekki ráð að við fengjum Hafnasamlagið með okkur í lið til þess að flýta því verkefni og koma því hraðar upp. Þannig að þetta verði þá sjáanlegt hérna í bænum og bæjarlandinu og við fáum öll að njóta afrakstur þess. Þannig að það verði gert eitthvað samkomulag milli Hafnarstjórnar og bæjarins uppbyggingu þessa græna trefil sem eftir Miðað við þær áætlanir sem hafa verið uppbyggingu hans, að þá mun þetta taka okkur ansi mörg ár og ganga hægt, ef ég man það rétt. Svo langaði mig til að forvitnast líka að því að hafnarmannvirkin öll ódýri. Hvernig og við höfum verið að tala það þétta byggð, eða vera með blandaða byggð, austan alveg stólu úr mér götuheitinu þarna niður frá.
blandaða byggð þar sem við vorum að hugsa stórhýsið meðal annars og á þessum reit sem þarna við hafnarsvæðið. Hefur hafnarstjórnin eitthvað lent í því að fyrirtæki séu að svona ávarpa það við hafnarstjórnin að þetta sé ekki góð þróun? Af því að aðalskipulag gengur dálítið út á það að vera með blandaða íbúðabyggð og atvinnustarfsemi á þessu svæði. Þannig að ég bara svona forvitnissæki, öðru leyti að þá finnst mér gengur hafnarsamlagið náttúrulega vel. Þetta skilar miklum arði og hjálpar okkur að halda rekstri A og B hlutans innan ramma sem veitir ekki af. Það bara hið besta mál og mér sýnist nú bara allt ganga mjög vel í þessu fyrirtæki. En það væri gaman að fá svör við þessum spurningum. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið máli sínu. Ég ætla að biðja varaforseta að taka við stjórnina og gefa mér orðið. Já, bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir tekur til máls. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar, ég ætla líkt og aðrir að þakka formanni fyrir fína yfirferð. Það var gaman að lesa þessa söguskýringu þarna fyrst og svo aðeins við reksturinn. Ég tek undir með bæjarfulltrúi líka Gunnar, það greinilegt að fyrirtæki eða samlagið á blúsandi ferð og gengur vel í rekstri. Mér langar aðeins að forvitnast, það svona 2-3 spurningar. Aðeins svona hvort að því að sitt nú í brothættum byggðum hópnum, hvort að sé einhver sérstök verkefni áformuð í Grímsey og Hrísey sérstaklega og hver, ef einhver þá hver, og svo hvort að stjórn samlagsins hafi eitthvað íhugað takmörkun á fjölda skemmtiferðaskipa í einu. Ég gerir nú ráð fyrir kannski að sé eitthvað en hvort það sé einhver regla og hvernig hún sé þá. Ég ætla að fagna því að þessa áherslu á umhverfismálin. Þetta náttúrulega alveg gríðarlega stórt og mikið það talað í sveitarfélaginu að skipin sé að menga svona mikið, það að segja skemmtiferðaskipin, og það ágefni að því við viljum vera kolefnishlutlaus og allt það. Þannig að ég fagna þessum umhverfissjóð. Ég held að við verðum ekki í neinu vandræðum með að finna einhver verkefni og græni trefillinn bara veltillisfallin líkt og mörg önnur. En ég ætla þá líka að hvetja stjórnina til þess að gefa bara á komandi árum. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir lokið máli sínu og færi aftur stjórnfundarins. Já, takk fyrir það. Orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, vil koma upp og þakka fyrir þessa yfirferð. Mér langaði líka að koma sérstaklega vegna þess að ég spennt fyrir þessari uppbyggingu Torfunufsbryggju og tengingu hennar við uppbyggingu í miðbænum almennt og hlakka til að sjá tengingu þar á milli. Og ég upplifi að hafnarsvæðið okkar á þessu svæði, Torfunufsbryggjunni, sé í hjarta bæjarins og til ákaflega mikilvægt þess vegna að við horfum með þeim hætti á þá uppbyggingu. Og ég held að hún geti verið alveg einstök og tenging okkar við hafið og vatn reyndar almennt fyrir okkur mennina er mikilvæg og þess vegna mikilvægt að við horfum til þeirrar uppbyggingar til notkunar bæði fyrir almenning ekki síður en aðra. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir lokið máli sínu, orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sóli Björk Stefánsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil nú bara þakka fyrir þetta og þakka forseta sérstaklega fyrir að taka upp þetta með mengunina af völdum skemmtiferðaskipa og svona hvernig stefnan með það. Eftir þess að ég best veit þá var það einhvern veginn þannig sem ég held að hafi tengst atvinnustefnu Akureyrarbæjar að því var einhvern veginn velt yfir á hafnasamlagið að gera einhvers konar stefnu í móttöku á skemmtiferðaskipum og eftir þess að ég best veit þá hefur sú stefna verið unnin og einhvers konar í raun og veru eins og eðlilegt má segja einhvers konar þjónustustefna, það að segja hvernig þjónustu ætlar hafnasamlagið að veita þeim skipum og mér langar til að spyrja kannski forseta eða
formann stjórnar Akureyrarstofu kannski ekki síður hvar stendur þetta mál núna það hvar bæjaryfirvöld ætla að taka umræðuna stefnu fjölda skemmtiferðaskipa. Af því að við sjáum það auðvitað að hafnasamlagið þó að séu undir pólitíska stjórn og heyri undir Akureyrarbæ að þá þetta samt svona mjög ekstra miðað fyrirtæki, þannig að það er þá bara þannig að kjörnir fulltrúar þurfa að standa sig í því að móta þá stefnu sem þeirra lítur að hagsmunum almennings gagnvart þessari starfsemi. Þannig að ég vil bara kalla eftir þessu. Það bæjarfulltrúi Sóli Björk Stefánsdóttir lokið máli sínu. Ég ætla að biðja varaforsetann að gefa mér orðið, taka við stjórn. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir tekur til máls. Ég kem nú upp eiginlega einmitt til þess að gera tilraun til þess að svara þessu, en mér skilst að stjórn Akureyrarstofu hefur ekki unnið þessa vinnu og bæjarfulltrúarnir hafa ekki rætt þetta, en þetta er bara gott tækifæri eins gott tækifæri og hvað annað til að ræða þetta. Ég held að, og þess vegna var ég kannski að kalla aðeins eftir bara viðbrögðum stjórnar hafnasamlagsins, þar að segja maður þarf svolítið að vita hvert umfangið, hversu mikið það að minnka. Við erum að fá nýjar reglugerðir fyrir landið á næstu árum, hvað þýðir það, og svo þurfum við þá í sameiningu einhvern veginn að komast að því hvað ef eitthvað eigum við að takmarka það og hvernig ætlum við að bregðast við þeirri mengun sem að þau samt sem áður skilja eftir. Ætlum við að vera með eins og hafnasamlagið hefur gert, verið að ég veit að eða planta trjám til þess að vega á móti og dugar það og svo framvegis. Þannig að þetta krefst miklu meira samtals held ég, en það verður bara aðeins gott að heyra hversu mikið þetta hefur verið rætt inn í stjórn samlagsins og við þurfum svo að taka boltan megin. Alveg bara hjartanlega sammála bæjarfulltrúa Sóli þar. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir hefur lokið máli sínu og færi inn aftur stjórn fundarins. Takk fyrir það og þá tekur til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti ágætu bæjarfulltrúa, bara því að þessu var beint inn til okkar að þá tók stjórn Akureyrarstofu fyrir á fundi sínum til umræðu þessa umræddu stefnu sem hafnasamlagið lagði fram og taldi hana samræmast ágætlega þeim markmiðum sem tengjast ferðamálastefnunni, en síðan spurning næstu skrefa, því þetta nýgjast, hvað tengist á umhverfismálum og þá spurning líka með hvort að það heyri undir þar sem Akureyrarstofa fyrst og fremst að hugsa ferðamenn, höfnin sérstaklega að hugsa þjónustu við sína viðskiptavini, en þá það spurning ef þá að ræða einhvers konar umhverfissjónarmið af hálfu bæjarins að þá væri það hjá en nú erum við næstu komin á vinnufund, en ég vildi allavega upplýsa svona þessa stöðu, en þetta bara að því að þetta bara nýgjast að bæði stefnan að senda okkur og okkur leikst bara ágætlega á hana hvað varðar ferðamennina. Bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir lokið máli sínu, orðið laust. Næst tekur til máls formaður Þorsteinn Hlynur Jónsson. Forseti og bæjarfulltrúar, ég ætla að reyna að svara þessum spurningum sem að mér er beitt. Eignarhaldið á hafnasamlaginu og hvernig hluturinn hafi verið fundinn út og hvort það sé til samningur um það. Það var á sínu tíma þá lögðu sveitarfélögin eignir inn í þetta samlag og þannig fundu þau út eignarhlutinn og það er samningur, stoppsamningur og honum hefur ekki, hlutfallunum hefur ekkert verið breytt eftir það vegna þess að samlagi hefur síðan náttúrulega rauninni búið til það eigið fé sem er í félaginu. Eigendurnir hafa ekki lagt til fé. Þú spurðir umhverfissjóðinn, þessar 2 milljónir. Já, mér minnir að við séum að setja 2 milljónir í gróðursetningu trjáa
og höfum gert það síðustu ár og af þessu 3,5 sem við erum með, þá stefnum við að gera það áfram. Skógræktin hefur séð þetta fyrir okkur og mér segir svo hugur að þetta hafi farið í græna trefilina stæðstu öllu leyti, ég veit það ekki. En þeir hafa allan séð þetta fyrir okkur. Það eftir að koma í ljós hvaða verkefni við tökum, eða til hvaða verkefni sveitarfélögin fara í með þeirra peningu sem við erum tilbúin að koma að. Þú spurðir oddeyrina, hvort að hagsmunaaðilar hefðu áhyggjur af þéttingu byggða. Við könnumst nú ekki við að menn hafi þannig séð haft áhyggjur af þéttingu byggða. Menn hafa bara áhyggjur af því að það verði ekki til svæði til að fara í frekari stækkun eða nýsköpunar á bara hafnsækinni þjónustu. En ég held að við fögnum öll bara uppbyggingu á oddeyrinni og það bara verði sátt við atvinnusvæðið. Halla, þú spurðir brothættar byggðir. Við erum ekki með nein sérstök verkefni í gangi sem að hægt að sitja undir brothættar byggðir. Við erum með starfsmann og búin að vera með nokkur ár út í Grímsey sem hefur verið að sinna nærumhverfinu, taka til, laga til og hugsanlega hefur hann verið að sinna einhverju verkum sem kannski hefði átt að sjá fráganga rusli og fegra bæinn. Ég skal ekkert segja til það. Þetta þó okkar stuðningur en í Hrísey höfum við ekki tekið þátt í neinum sérstökum átökum. Takmörkun á ferðum skemmtiferðaskipa er spurt einnig og það er nú búið að svara eiginlega fyrir mig hérna. Þetta kemur fram í ferðamálastefnunni, hvernig við stýrum ásókn skemmtiferðaskipa til okkar. Þessu er stýrt og það er reynt að snúa skipum og það er reynt að færa þannig til að álagið verði sem minnst og þetta hefur bara tekist ágætlega. Þetta kemur fram í stefninu okkar hvernig þetta er framkvæmt. Nú, já, var eitthvað meira? Ég held ekki. Takk fyrir mig. Það hefur formaður stjórnar Þorsteinn Hlynur Jónsson lokið máli sínu og orðið er laust. Fleiri hafa ekki hvað til hljóðs, þá segjum við umræðu lokið þennan lið og næst er komið að skýrslu bæjarstjóra. Það er bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir sem tekur til máls. Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Þetta er skýrsla mín frá 20.11. til 3.12. 20. nóvember þá var dagur barnsins og af því tilefni afhentu 3 fulltrúar ungmennaráðs 2000 athugasemdir frá grunnskólabörnum á Akureyri þar sem þau tjáðu sig hvað þau vilja sjá í sínu nærumhverfi og einnig hvað þau vilja til handa öllum börnum í heiminum. Sama dag átti ég fund með Eyjólfi Guðmundssyni, rektor Háskólans á Akureyri og Gunnari Má Gunnarsyni hjá Rannsóknarþingi Norðursins og miðstöð alþjóðasamskipta hjá háskólanum þar sem umræðefnið voru norðurslóðamál og meðal annars hinn svokallaða U-Arctic ráðstefna sem verður haldin haustið 2020. 20. nóvember samtöl við Grímseyinga þeirra sína framtíðina héldu áfram í vikunni þar sem ég ásamt Höllu Björk og Gunnari Gíslasyni ræddum við íbúa. Nú 20. nóvember var kynning í Brekkuskóla á fjárhagsáætlun næsta árs. 21. nóvember átti ég fund með Unu Steinsdóttur, framkvæmdastjóra viðskiptabanka sviðs hjá Íslandsbanka og Jóni Birgi Guðmundssyni, útibússtjóra Íslandsbanka Akureyri. 22. nóvember áttu ég og Hilda Jana Gísladóttir símafund með Hermanni Sæmundssyni, skrifstofustjóra í samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu þar sem við ræddum byggðaáætlun. Og þann sama dag satt ég í panel á málþingi Hafsins öndvegissetur sem vistvænar lausnir í haftengdri starfsemi sem fór fram í Háskólanum á Akureyri. Og síðdegis þann dag tók ég á móti Janni Jóesar Rúsalú, sendiherra Íslands. Og 23. nóvember þá kveiktu við á jólatrénu og þar flutti ég ávarp ásamt sendiherra Dana á Íslandi. Kvöldið þá þáði ég boð Hvítasunnu-kirkjunnar á svokallaði Kótilettukvöld þar sem safnað var fyrir Bjarmahlíð miðstöð fyrir þolendur ofbeldis.
25. nóvember þá héldum við Gunnar Gíslason og Halla Björk áfram að fjalla málefni Grímseyjar en þá með Aðalsteini Þorsteinsinni og öðrum starfsmönnum Byggðastofnunar á Sauðárkróki málefni Grímseyjar. Og 27. nóvember þá áttum við fund með fulltrúum Vegagerðarinnar afhendingu Borgarbrautar og Hlíðarbrautar til sveitarfélagsins. Og þann sama dag þá áttum við afar góða heimsókn að Borgum þar sem bæjarfulltrúar fengu kynningu starfsemi stofnanna sem fást við norðurslóðamál. Að heimsóknum loknum var rætt Akureyri sem miðstöð norðurslóðamála á Íslandi. Síðdegis sama dag þá undirrituðum við samning bankaþjónustu sem sagt Akureyrarbær og Íslandsbanki og það var gert í kjölfar útboðs á bankaþjónustu þar sem Íslandsbanki bauð lægst í þá þjónustu. 28. nóvember þá sátt ég árlegan samstarfsfund sveitarfélaganna og lögreglustjóraembættisins á Norðurlandi eystra. Þar kom meðal annars fram mikil ánægja með löggæslumyndavélarnar sem Akureyrarbær og Neyðarlínan og lögreglan áttu samvinnu og Akureyrarbær kostaði að mestu leyti og var mjög áhugavert að eiga þann fund og heyra í lögreglunni nytsemi þeirra. Þann sama dag þá hlýddi ég á Dr. Gunnar Rekvík sem hefur verið ráðinn í stöðu Nansen-prófessors sem gestaprófessorsstaða í heimskautafræðum við Háskólann á Akureyri. Átti síðan samtal við aðilið Ingu Þorsteinsdóttur og Friðrik Jónsson sem eru hluti af sérfræðingateymi Íslands í tengslu við formennsku Íslands í Norðurskautsráðinu. 2. desember heimsótti ég Bugðusíðu og skrifaði undir viðauka við samning við félag eldri borgara og í morgun sat ég fund vegna samnings ráðgjafarþjónustu og félagsþjónustu og skólaþjónustu og málaflokk fatlaðra og almennt samstarf á þjónustusvæðinu hér við Eyjafjörð. Fundinn sátu einnig sveitarstjórar hinna sveitarfélaganna hér í Eyjafirði og Guðrún Sigurðardóttir, sviðsstjóri fjölskyldusviðs og Karolína Gunnarsdóttir og Karl Frímannsson, sviðsstjóri fræðslusviðs. Og sömuleiðis þá ávarpaði ég starfsfólk búsetusviðs sem var með sinn árlega starfsdag í dag og ég held að það sé nú bara komið. Þakka fyrir mig. Það var bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir lokið máli sínu og eftirtaldar fundagerðir eru lagðar fram til kynningar. Það afgreiðslufundur byggingafulltrúa 21. og 28. nóvember, bæjarráð 21. og 28. nóvember, frístundaráð 20. nóvember, fræðsluráð 18. nóvember, kjarasamninganefnd 14. nóvember, skipulagsráð 27. nóvember, stjórn Akureyrarstofu 21. nóvember, umhverfis- og mannvirkjaráð 15. nóvember, velferðarráð 20. nóvember og þessa fundagerðir er hægt að nálgast á vefsíðu bæjarins og þá segi ég fundi slitið klukkan 18:22.